Já, ágæta fundarfólk. Ég hef nú í byrjun bjóðið ykkur öllu velkomin hingað. Ég held að fundarsóknin standi nú bara undir væntingum. Þetta eru cirka 18 manns í tali hér og ég þóttist góður ef ég næði 20, þannig að þetta er svona. Það er hérna kveðja frá tveim sem ætluðu að vera hér en forfölluðust. Fyrsta lagi er það ritari félagsins, Þórður Vilberg Guðmundsson. Hann er stattur núna á fæðingardeildinni á Norðfirði að hjálpa til við að koma krakka í heiminn, sem hann á sjálfur, að ég. Í öðru lagi þá er það varastjórnarmaðurinn Þórhallur Þórhallsson, sendi mér skeyti áðan, sagðist vera illa haldinn eftir flensusbrautu, þannig að hann ætlaði vissulega að vera hérna en treysti sér ekki. Á í heilsubresta stríði af þeim sögum. Nú, það eru getað þess að samkvæmt lögum félagsins þátti hann að halda þennan fund einhvern tímann í vor, en vegna ástandsins í landinu á sóttvarnarástæðum eins og það heitir, þá ákváðum við að fresta honum þangað til að það er svona hægt að koma saman svona með þokkalegri samvisku. Við eigum möguleika félagar okkar eiga möguleika á að fylgjast með okkur á fjarfundi. Ég hygg að það sé nokkrir sem ætla að vera á fjarfundi. Þeir eru að vísu bara áhorfendur en geta ekki verið þáttakendur í fundinum. En það er ágætt að menn viti það og menn hægir sig kannski samkvæmt í að við erum ekki bara hérna, við erum bara nokkur fleiri viðbót. Nú, að svo mættu þá bara leyfi ég mér að setja þennan fund og gerir þá tillögu að Stefán Bogi Sveinsson verði fundarstjóri og sjálfur mun ég taka að mig fundaritun í forföllum ritara Þórðar Vilbergs sem ætlaði að sinna því starfi. Gjörðu svo vel, Stefán Bogi. Já, takk fyrir það og verður velkomin. Gátt í bæinn, Jón. Takk fyrir það. Hér er framundan tölvöld dagskrá og ég held að það sé ekkert á vanbúnaði. Alltaf þó að svona formsins vegna kalla eftir því hvort að einhver gerir athugasemd við boðun eða lögmæti fundarins. Alltaf þótti þetta dálítið skemmtilegs vegna þess að það er yfirleitt þeir sem ekki sjá fundarboðið og komast þar af leiðandi ekki á fundin sem myndu gera athugasemd en hérna. Það er bara lögfræðingar sem standi þetta. Já, en það er allavega ágætt að það sé fært í bókar að enginn hér geri athugasemd við boðun fundar. Já, nefnum einhver gera það. Nei, það er ekki þannig. Þá er næst á dagskrá, það er þriðji liður, það er inntaka nýrra félaga. Nú það gengur hér viðvistaskrá á fundinum og það er með bennum að merkja sérstaklega ef að þeir eru nýjir félagar. Það er kross þarna aftan við sem að Framarvið, frekar aftan við. Eru nýjir félagar? Ég ætla að biðja að fá að vera félagi þessu. Já. Þú ert skráður. Já. Í félaginu? Já, nei, ég er ekki viss. Allt í lagi, það er það bara þannig að... Gerst áður ég verið skráður í félagi á þess að hafa beðið það. Ég var fljótur að segja úr því félagi þá þegar ég ætti ekki að gera það núna. Já, nú ég að biðja þið Þórður að líta valdi fundarstjóra og hætta að tala. En við afgreiðum þennan lið þannig að þeir sem að merkja sig svo hér ánum á virðistaskrá sem nýja félaga, þeir verða færðir inn á félagatal þar með. Nú, þá er komið að fjórða dagskrálið og það eru erindi sem að hér verða flutt, þar sem að verður farið yfir merkilega hluti varðandi rannsóknir, sögu og miðlun hér í fjórðungnum og við ætlum að byrja á því að fá að heyra hér frá Rannveigu Þórhallsdóttur, fornleifafræðingi. En hún ætlar að segja okkur frá fornleifarannsóknum í Seyðisfirði og við skulum bara, ef hún ertu búin að undirbúa fyrir þetta, ertu að klára? Það er að koma. Við erum að reyna að koma hvort það er, ég er fór, svona. Það er gott. Þarf að tengja þig við eitthvað eða? Nei, þetta er allt. Þetta er bara anda djúpt. Já. Komin upp. Svona. Þá
þá skulum við gefa Rannveigu gott klapp fyrir þetta. Setja þetta raspa saman. Gaman að sjá ykkur öll. Já, tilbúið. Já, þú græðir það. Já. Típist að vera alveg á seinustu mínútunum með græja. Ég ætla að segja ykkur frá fornleifarannsóknum í fyrra á Seyðisfirði sem hófust í fyrra. Þá sem sagt hóf starfsfólk undir fyrirtækinu sem vinnur á fyrirtækinu Antiqua að undirbúa fornleifarannsóknir. Það hafði átt sér stað árið eða semst á 1998, þá var Guðmundur Ólason, hóf hann rannsóknir og tók könnunarskurð og komst að því að það væru sem sagt minjar frá 10. öld. Og það stendur í skýrslunni hans og ég hvet til þess að verði handa við framkvæmdir og rannsóknir eins fljótt og eru það átt að vera 1999 sem að einhvern veginn leið bara og næstu á liðu. En sem sagt á síðasta ári þá var hafist handa, það var sem sagt fornleifaskráð þetta svæði, Guðni Sóeka og Bryndi Sóeka fornleifaskráðu árið 2019 minn mig. Þetta svæði og komast að því að það var sem sagt, voru eitthvað 60 minjar á þessu svæði og síðan kom umsókn frá Minjastofnun þar sem kom fram að það þyrfti að rannsaka margar af þessum minjum og grafa könnunarskurði út allt. Og það var sem sagt gert. Þannig að Ragnheiður Traustadóttir hefur stjórnað þessum rannsóknum og ég hef verið uppgröftastjóri hjá henni. Þarna sjáið þið þetta gula hérna á myndinni eru könnunarskurðir sem voru teknir í fyrra, hluta þeim. Við vorum sem sagt að leita að ýmsu, til dæmis kirkju. Við fundum hann ekki, en við grófum út við boruðum í túnið þarna í firði, það hérna allir þessir skurðir sem eru þarna í Lengju, það eru skurðir sem við tókum í túni fjarðar og við skildum ekkert í því þegar við vorum að bora, sem við boruðum með jarðbor, að við fundum ekkert nema stundum 1875 gjóskuna og stundum 1477. Og það kom náttúrulega ljós að það var risastór skriða sem var þarna á svæðinu sem við vissum ekkert og jarðfræðingar hafðu ekki áttað sig á því að væri svona stór, en þeir höfðu séð hann í einhverjum skurðum vegna undirbúningsvinnu við snjóflóðavarnargarðana. Þessar rannsóknir eru gerðar sem sagt út af því að það á að byggja snjóflóðavarnargarða og já, þannig að þetta, ég er búin að segja ykkur allt sem er þarna á þessari glæru, en þið sjáið dreifingu minjana þarna rétt hjá fjörður þar sem túnin eru, þessi ljósu, og þar sem sagt vitað að við þurfum að grafa bæjarhól, að hluta bæjarhól og ég segi ykkur aðeins betur frá því og eftir, en þið sjáið þarna hvernig garðarnir verða, þeir eru mjög stór mannvirki. Og við sem sagt byrjum á því að grafa og undirbúa til þess að væri hægt að sem sagt byrja á Bakkagarði. Við erum búin að grafa þær minjar upp sem að þurfti að grafa þar og kláruðum hún í ár þar sem tengist Öldugarði. Þannig að sést ekki neitt? Nei. Á veggnum? Já, svona skjáir. Já, þetta. Takk nr. 2. Að bara gleypa. En þið sjáu þið Bakkagarður. Bakkagarður hér, Öldugarður hér, Fjarðargarður, rannsóknir vegna hans fara fram á næsta ári, fornleifarannsóknir. Og þetta, sem sagt, við ætluðum í sumar, þá var rannsóknaráætlun var gerð, við ætluðum að grafa upp útihús sem sjást þarna til hægra myndinni,
bæjarstæði sem sést í vinstri og sem við köllum jaðar sem reyndi svo vera, ef við höldum að sé ekki rétt, þetta er hús Gests Sigurðssonar, var þetta svo kallað hjá okkur. Og svo grófu myllu líka sem er rétt hjá blokkunum á Seyðisfirði. Og fyrsti áfangin sem var 2020 þá vorum við semst að grafa þessa könnunaskurði til að áætla hvað við þyrftum að rannsaka og fundum þessa skriðu meðal annars og við semst að sáum líka og það var líka niðurstaða Guðmundur Ólafsson frá 1998 að þyrfti bæði að rannsaka betur Bæjarhólinn í Firði og Bæjarhól jaðar sem við köllum svo hús Gests Sigurðssonar. Og þarna sjáum við þurftum að taka mjög djúpa skurði til að komast undir skriðurnar og þarna sjáum við, þetta er úr skýrslu eftir Árna Hjartarson, jarðfræðing, og hann taldi skriðuna vera þarna sem rauðu línurnar birtast, hafa fallið þarna úr Bjólfi, en svo reyndist það ennþá stærra svæðið, þannig að þetta var mjög áhugavert bara út frá skriðunum, þó að fornleifarnar séu náttúrulega mjög merkilega líka. En þetta er sem sagt bæjarstæði sem við rannsökum í ár sem við köllum 2048-3. Svona, en já, þetta er mynd af myllunni sem var grafin upp og hún er mjög áhugaverð, var sem sagt nýtt fyrir 1875 og það fundust einmitt peningar, ég man ekki frá hvað ári, en þetta er mjög áhugavert að grafa upp myllu, það hefur aldrei verið gert á Íslandi og við fundum í doktorsrannsókn Sólveigar Beck, þá komum við fram upplýsingar að það hefði verið fluttið 3 myllusteinar inn árið 1776 minnum og þeir hafa mjög líklega verið nýttir, einn af þeim allan í þessa myllu og það verður áhugavert að greina frá þeim rannsóknum en frekar. Við erum náttúrulega bara svo áttið ykkur að við erum náttúrulega ég er nýkomin í fín föt sko. Ég er búin að vera í Drullugalan síðan í maí og við erum bara að byrja úrvinnsluna og þess vegna er ég líka svolítið með þetta á seinni stundu af því að okkur langaði náttúrulega að kynna þetta mjög flott en já, þannig að úrvinnslan eins og bara röntgenmynd að taka á eftir að eiga sér stað og ég veit að Ragnheiður flutti fyrirlestur hjá Félagi fornleifafræðinga í gær og þannig að það var kapp lagt á að kynna þetta fyrir Íslendingum. Þetta er útihúsin sem við grófum upp í sumar, svo sem ekkert mikið þau að segja, en þetta er semst bæjarstofur sem við grófum upp í sumar og köllum jaðar og svo hús Gests Sigurðssonar. Það fór í snjóflóðinu 1885. Þarna sjáum við nemendur og starfsfólk og sem er að grafa þarna upp. Við sem sagt héldum að við værum bara að fara að grafa upp af því við vorum búin að grafa könnunaskurð þarna. Þetta væri frekar einfalt, þetta væri bara eitt bæjarstæði og við værum með hús sem væri hugsanlega eða sem sagt við vissum að væri eitt frá 1920, eitthvað frá því að áður en snjóflóðið féll 1885 og svo héldum við það getur verið að sé eitthvað frá 17. öld þarna líka, þannig að við vissum að við þyrftum að rannsaka þetta. En þarna er semst að birtast gangnabær, þannig að við vorum búin að grafa upp hús Gests Sigurðssonar og þarna er komin gangnabær sem þið sjáið steinhleðslurnar þarna. Þannig að bara þetta stig, við vissum ekki af þessu. Það vissi enginn af þessu. Það voru engar sögulegar heimildir sem að gáfu til kynna að þessi gangnabær væri þarna. Og einhverjum ástæðum hefur þetta bara fallið í gleymsku og ég kannski fjalla aðeins meira þá eftir. En við höfum lagt áherslu á það að gera þrívíddarmyndir og þrívíddarmódel af öllu sem við erum að grafa því að við vitum að það bara fer, við getum ekki haldið í þessu húsi eða gemtu, þetta fer, það verður tjörn þar sem að þetta svæði er, þannig
að það er hægt að skoða allt svæðið, kumlin sem fundust og já, bara byggingarnar sem voru þarna. Sjáu þetta er ansi massíft, miklir stóri steinar, hluti af þessu er frá upphafi 20. aldar og gripirnir benda til alls konar skemmtilega búsetu. Það voru önglar sem fundust og innsigli og hitt og þetta, mikið af húsdýrum sem hefur verið grafin. Þarna er rolla, nei þetta er hestur, þetta er ekki hestur, jú mér sýnist það er hestur. En við fundum margar rollur, marga hesta, við fundum kettlinga í hérna plastdollu og við fundum endur í kaupfélagspoka. Þannig að sko, þetta er gríðarlega svona mörg lög sem við erum búin að fara í gegnum í þessum uppgrætti og margir hérna mörg mismunandi jarðlög. Þarna sjáum við til dæmis bara torfvegg frá 19. öld og alls konar keramik sem við höfum grafið upp frá 19. og 20. öld. Og þarna er innsigli sem að það verður einhver flutt eitthvað frá Kaupmannahöfn og tollurinn hefur stimplað þetta með kórónunni. Og þarna er hús sem sagt er eldra en 1477 því að gjóskan fellur inn í tóftina og eitthvað mjög svona lífrænt gólflag sem er hérna og þannig að já, þetta er bara verður gaman að vinna úr þessu gögnum sem við erum búin að safna í sumar og alls konar gripir, alveg frá sko plastgripum til, já, bara þetta er örugglega úr hérna þessi miðjunni, gæti verið úr annarkvort úr hérna kamínu eða traktor, við erum ekki alveg viss, og svona bílhlutar sem hafi verið hent í tóftina, þannig að það var semst, þið þekkið örugglega að það tíðkaðist nú bara mjög víða að henda rusli í tóftir. En þannig að þarna sjáum við alla önglana þarna upp í hérna vinstra horninu og svo fundum við líka að því að herinn hafði þarna setu, þannig að það var æfingarsvæði, þannig að við vorum að grafa upp líka bara dósir frá hernum og við fundum þessa varalit. Vildi ég eftir mynda á hann, hann var dásamlegur. Hann hefur örugglega verið frá þessu tíma, hann var sko eiginlega, var allir svona útrúllaður og mjög bleikur. Og hann var frá 1940, cirka held ég sko. En þarna sjáum við, þarna eru gripirnir komnir hann í miðinu á myndinni á Þjóðminjasafnið. Þetta er mjög mikið og stórt og mikil rannsóknarvinna framundan. En sko, af hverju er engar heimildir um þennan bæ? Það náttúrulega hugsanlegt að fólk hafi bara dáið út í firðinum á einhverjum tíma. Því að ég fann heimild um það að ég er ekki góð í latínu, en sem sagt, sá sem að túlkaði þessa heimild sagði að já, Dvergasteinssókn hefði bara verið tóm árið 1603 og kannski er það ástæðan fyrir að við finnum ekki neitt um þetta, en ég á eftir að skoða þetta betur. En samkvæmt manntalinu 1703 þá bjuggu 4089 í hérna sókn, eða semst í Múlaþingi eða Múlasýslum. En já, þetta verður mikið rannsóknarefni að skoða hvernig stendur á sig, eða kannski bara höfum við leitað á villsum stöðum. Við höfum eftir að leggjast yfir þetta með Héraðsskjalasafninu vetur held ég. En já, þið sjáu þarna þessa skriðu sem er mjög áberandi. Hún hefur verið notuð þarna inn í vegg sem hluta byggingu. Það síðan kom okkur mjög óvart að við fundum aðra skriðu sem ég ætla að segja ykkur betur frá. Hér sjáum þið uppgröftarsvæðið, það voru bara gröfur með okkur að vinna ekki dag og nótt, en þeir voru mjög liðlegir gröfumennir og stórkostlega flinkir. Ég er svo full aðdáunar á hæfni þeirra, voru alveg bara þvílíkt magnaðir menn. En þeir hjálpuðu okkur og náttúrulega rauninni bara, við hefum aldrei getað unnið þetta án þess að hafa gröfumenn.
því að skriðan svo stór og þarna vorum við til dæmis að kanna svæðið á milli svæðana sem við ætlum að grafa næsta ári sem við vorum að vinna í núna og þar fundum við meiri mannvistarleifar en við byggumst við. En það sem gerist í rauninni að þegar við höldum að uppgrefti að ljúka að þá læðist að okkur grunur að sé eitthvað meira þarna og við fáum Magnús Sigurgeirsson gjóskulagafræðing til að skoða þetta og við finnum að það er skriða sem fellur 1151 og undir skriðunni móaska og síðan hún sést aðeins í rönd undir skriðunni, hún bara beint undir skriðunni og síðan þarna landnámslaugin, sjást þarna litríku og það grafið undir skriðunni og undir móaskunni finnum við kuml sem grafið ofan í gjóskuna 940. Þannig að það alveg ljóst að við erum að finna þarna mjög fornar grafir. Þetta það að fara að hausta og við erum tilbúin að fara heim en það þýðir ekkert að gefast upp. Nú bara komið að því að finna fyrstu íbúa Seyðisfjarðar þannig að þarna sjáum við smá frost og við finnum kuml. Við byrjum í rauninni á að finna kuml 2 en þetta kuml 1. Skriðan lá yfir þessu, 1151 skriðan, móaska og svo sjáum við, þetta sérstakt lag og við förum að skoða þetta betur og þá finnum við mjög áhugaverðar minjar. Það sem sagt, finnst þarna margar perlur og silfurgripir og spjót og beltisbroti, þessi græni þarna og við höldum að við höfum líka fundið sverð en við höfum eftir að skera út úr það. Þarna exi, þetta mjög líklega exi en við höfum eftir að þetta komið á Þjóðminjasafninu og eftir að setja þetta allt í röntgen og þá kemur í ljós hvað leynist innan í járninu. En þetta mjög líklega silfur, þessi litli gripur og þetta var í karlkumli sem tók lengstan tíma að grafa því sjáu það var ansi kalt þessa daga. Og þarna við maður náttúrulega ekki að tengja þetta við bjólf eða hvað. En mér finnst þetta að vera bjólfur. Ég verð bara skömmuð fyrir að segja þetta En það hnefatafl sem finnst þarna í gröfinni, klébergsgripir, rafperla og fleiri perlur og svo finna tvær tennur líka. En það rauninni mjög áhugavert að mannabeinin hafa ekki varðveist nema að litlu leyti en svo eru hestbein þarna í þessari gröf. Þetta kemur úr gröf örugglega konunnar, já. En þetta kuml 2, þar hestur og maður og einhver hefur opnað gröfina eftir að viðkomandi jarðsettur þarna og beinin öll hreyfð. Þannig að það búið að taka og það kannski hluti af trúarlegum athöfnum að taka beinin og það þekkist í heiðni að gera það. Og þarna voru gripir, það var hugsanlega einhver reiðtíð en við höfum eftir að sjá við röntgen, það voru járngripir þarna. Og það sem líka merkilegt og ég að gleyma að segja frá að í kumli 1 það náttúrulega bátur og við finnum bátsnagla út allt í gröfinni og svartar leifar af viði og það mjög, mjög merkilegt að finna bátskröf hérna. Það hefur fundist eina straumi í Hróarstungu, ætla ég að segja. En Kristján Eldjárn taldi það ekki vera bátskröf, en ég held að þetta hafi verið bátskröf af því að það voru rónaglar út allt. Og þar var drengur grafinn, ég held að hann hafi verið 10 ára gamall. Þetta sem sagt kuml 1, kuml 2, kuml 3
og kuml 4. Í kumli 3 þá fundust hestbein og hundabein. Og það verður mjög gaman að sjá hvers konar hundur, en við teljum að það sé úlfhundur sem hafi verið í gröfinni út frá tönnunum. Þetta var í gröf Bjóls, svo kallaðs. Þetta líka. Og svo þetta er gröf 2. Við erum semst búin að gera þrívíddarmátur af öllum gröfunum, þannig að það er hægt að skoða þær og við ætlum síðan að reyna að setja inn alla gripina þar sem við fundust. En já, við vorum sem sagt í kumli 3, það hafi líka verið hreyft og þið sjáið hérna efst á myndinni, það eru hestabeinin sem eru þarna. Við vorum að vinna þessa daga við mjög erfiðar aðstæður, mikið rigning og erfitt, það fylltist alltaf vatni. En það hefði verið grafinn rafmastaur niður í hluta kumlsins, þannig að við fundum ofan á yfirborðinu klébersgrip og fleira, en við fundum ekki mannabein í þessu kumli. Kuml 4 er stórkostlega áhugavert. Það er kona sem hefur líklega verið grafin hérna. Hún var með 2 brjóstnælum og 1 kringlóttinnælu og það er svo mikið sem fannst í gröfunar. Þið sjáu þarna, það er svona svartir, svona lífrænir svona blettir og þetta er mjög líklega, er þetta annars vegar þá viðarleifar og svo jarðneskaleifar sem eru þarna í gröfin hennar. Og þarna sjáu þið perlurnar og það sem er virkilega áhugavert þessa gröf er að það eru vefnaður sem er algjörlega óskaddaður, sem er mjög merkilegt af því að maður getur aldrei fengið allt í fornleifafræði, annarkvort færðu beinin eða þú færð gripina, af því að varðveisluskilyrðin eru bara mismunandi og þarna er vefnaðurinn bara, það er hægt að rannsaka hann og svo var líka hár sem að varðveittist, af því það lá upp við sem sagt birki sem hafði líka varðveist. Við tókum í rauninni þetta upp þetta var svo viðkvæmt að við þurftum að lyfta þessu upp og pakka þessu bara beint, þannig að það er ekki marga myndir af þessum gripum. Þarna sjáið þið, það er svona kringlótt form hérna og þetta er sem sagt skjóða sem hún var með og í skjóðunni var brýni og jaspis og fleiri gripir sem við eigum eftir að greina betur og þetta krafist mjög hugvitsamlega aðgerða því að þetta var svo viðkvæmt og svona, já. En þessi gröf sem sagt, þið sjáu hérna jaspisinn, brýnið og þessar mögnuðu perlur sem að fundust í gröfinu hennar. Og það er náttúrulega freistandi að segja að þetta hafi verið Helga, vegna þess að Helga, sem sagt, þeir voru 3 sem voru landnámsmenn, það er Bjólfur og börnin hans Helga og Ísólfur. Og ég ætla bara að vera svo barnaleg að halda þetta séu þau. Af hverju ekki? Nú var að koma í ljós í Ameríku að sögurnar, Íslendingasögurnar okkar eru að segja satt. Fólk fór til Hellulands. Þannig að af hverju ekki? Af hverju getum við ekki bara verið trúa sögunum eins og ævintýrum? Þarna sjáu þið brjóstnæluna aðra og það eru vefnaðir yfir henni og þetta er alveg einstakt og þetta hefur náttúrulega bláklatakonan eða vitið hafi heyrt um hana. Það voru líka, þetta varðveittist með því að kjálkinn úr henni varðveittist að því að lá upp við brons varðveittir, svona lífrænt. En þarna sjáu þið á þessari mynd skriðuna árið 1150, hvernig hún er rosalega stór og það voru svo stór björgin og þetta er náttúrulega með ólíkindum. En ég veit ekkert hvað ég er búin að tala lengi. Hvað er ég búin að tala lengi? Ég er alveg að vera búin þá. Ég ætla bara að ljúka þessu með því að tala um rannsóknir næsta árs.
þetta er fjörður, mynd sem að ég held að Daniel Brún hafi tekið þessa mynd og á næsta ári munum við skoða það sem að langi skurðurinn er þarna. Við munum opna allt þetta svæði á næsta ári og grafa það upp. Og við þurfum náttúrulega að digga aðstoð gröfumanna þarna því þarna eru alveg örugglega náttúrulega skriðan frá 1400 og einnig skriðan frá 1151. Þær eru báðar yfir þessu svæði. Þannig að það verður bara, já, mikil vinna að moka öllu af. En já, þetta eru bara spennandi rannsóknir framundan og við vorum líka bara að segja ykkur aðeins frá því við lögðum mikla áherslu á að unga fólkið og krakkarnir í bænum og fólki bara allir sem hefur áhuga kæmu í leiðsögn. Við gáfumst upp rétt út í lokin, þá vorum við bara að vinna undir svo miklu pressu að við bara gátum það ekki. Við reyndum okkar besta. En þarna eru unglingar að koma sem að höfðu bara mörg mikinn áhuga á rannsókninni og komu oft og fylgdust með henni alveg frá upphafi. Og þannig að þau eftir að upplifa þau eigi hlut í þessu til ég. Síðan kom Veðurstofan og hafði mikinn áhuga og við ætlum að reyna að fá þau til að lyfta einhverju steinum en það var víst ekki góð hugmynd. En já, þannig að það er líka svo mikilvægt að það séu mismunandi fræðigreinar að vinna saman, að þeir sem eru að skrifa varnirnar, eða fjallum varnirnar komi og sjáu þetta, komi og sjáu skrifurnar sem eru í öllum prófílum og líka bara, já, að við vinnum bara þverfaglega með öðrum fræðigreinum. Og svo get ég sett upp, veit ekki hvort ég næ að opna þetta. Pröfa. Hér er hægt að skoða öll þrívíddarmódelin sem eru tilbúin og bara mjög spennandi að þeir sem hafa áhuga geta fengið linkinn hjá mér. En þetta er líka inn á Facebook síðu rannsóknarinnar sem heitir Fjörður Seyðisfjörður fornleifar og já, og ég held að ég sé bara hætti í bili. Takk. Ég það ekki aðeins til að staldra við því að þetta er eiginlega það spennandi að það nú eiginlega að bjóða upp og einhverjir eru með stuttar spurningar og hnittiðar ef eitthvað er. Ég get kannski byrjað að er einhver lexía í þessu varðandi könnunarskurði af því að það er náttúrulega eins og segir þeir töldu ykkur vera að fara að leita ákveðnum hlutum, fundu svo allt aðra og þetta í eðli sínu alltaf óvissa. En er eitthvað hægt að læra þessu varðandi það hvernig á að taka þessa könnunarskurði? Já, ég held að maður ætti náttúrulega alltaf að reyna að sjá gjóskulegu og óhreyfð. Og við sáum alltaf 1477, við vorum ekki alls staðar með 1362. En við leituðum alveg, okkur fannst við vera alveg bara fara einhvern veginn það djúpt að við værum komin nóg djúpt. En það reyndist ekki vera þannig. Við hefðum kannski getað grafið dýpra og fundið landnámslægir, en við vorum bara ekki vissum að það sæist á þessum stað. Þannig að það er einhvern veginn mjög mikilvægt auðvitað að vita hver gjóskulögin eru alls staðar og hafa þau alveg á hreinu. Og við náttúrulega vissum alveg hver gjóskulegin voru, við bara vissum ekki hvaða gjóskuleg fyndust nákvæmlega á þessum stað. Og svo náttúrulega bara, já, þegar við sáum ákveðnum tímapunkti að það voru minnir undir 1372 sem var þá að finnast í fyrsta skipti svona innsitt og mjög greinilegt. Þá vorum við bara, já, hvað er þetta? Þetta er eitthvað ekki gangur hér. Eru þið búin að leita af einhver allan gröf í þessum teig? Já, við opnum mjög stórt svæði með gröfu síðustu vikuna og leitum og það var ástæðan fyrir við fundum fjórðarkominu, af því við leitum. Nákvæmlega. Eitthvað sem vil skjóta einni Þorsteinn Björnsson? Já, ein spurning nú er að nota svo kallar jarðsjá. Ég veit ekki hvað er. Er það eitthvað sem að komið sögu undirbúning á þessu verkefni eða nýtist svoleiðis tæki við að leita að
svona stað? Ég hugsa sko að jarðsjáin hefði ekki séð undir skriðurnar. En ég hef ekki reynt að sjá. En sem sagt, Níko var að vinna með okkur, þeir hafa verið að vinna með jarðsjár og þeir tala um að jarðsjár virki mjög vel það sem er svona frekar slétt yfirborð og það sem hún getur keyrt tækinu svona auðveldlega og kannski einmitt á túnum hefði það verið þægilegt en ekki allstaðar. Það er ekki kannski þægilegt upp í bratta eða... En ég veit ekki, sko þeir töluðu minni mig um að sko þeir sjá mestalagi sko 7 metra, þeir geta alveg séð langt niður. Ég veit bara ekki hvort að svona björg stoppa sýnina hjá þeim. Þannig að ég þarf að spyrja það bara út í það, ég veit ekki. Ég held við gefum bara gott klapp aftur. Takk fyrir. Þá næst annað erindi, það Skúli Björn Gunnarsson, forstöðumaður Gunnarsstofnunar og hann ætlar að segja okkur frá miðlunarverkefni eða hvað? Já, það er eitthvað svona. Eitthvað? Það er eitthvað nokkur atriði. Það er, já, fundarstjóri, góða gestir og félagar. Það er ég ætla að fara í nokkur atriði. En Gunnarsstofnun er sem sagt búin að vera síðustu ár að vinna í ýmiss konar norðurslóðaverkefnum eins og við köllum það. Og það er að segja norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins er Northern Periphery and Arctic Program og frá 2017 þá erum við búin að vera í verkefnum sem að snúa svona að bæði eiginlega skrásetningu og miðlun menningararfsins. Mikið samstarf verið við Háskólann út í St. Andrews í Skotlandi og þetta svona byrjaði svolítið í kringu það. Við byrjuðum á því að mynda samstarfsnet með St. Andrews og síðan svona vikkuðum við þetta út og nýttist meðal annars menningartengsl okkar hér á Austurlandi við Donegal á Írlandi og Vesturólinn og Lofoten í Norður-Noregi. Þannig að þetta svona, við getum sagt að Austurlandið og Gunnarsstofnun hafi svona verið ákveðin lykill að því að búa til þessi verkefni á þann hátt. En þetta sýniverkefni er svona stórt verkefni sem að tók 3 ár, eða 3 ár af því að við fengum frest þangað til síðustu áramót til að klára það út af COVID. Og því lauk semst síðustu áramót og svo eru svona 3 minni verkefni sem að Gunnarsstofnun er í núna og sem er svona dálítið mikið verið að vinna með áfram að koma því á framfæri sem að var í öðrum verkefnum, bæði sýniverkefnum og fleiri verkefnum sem tengjast inn í þetta og þetta 5 verkefni sem að ég svona mun strika við að ég hef verið að kynna meðal annars hér í dag og nýta að það snýst sem sagt í rauninni bara það að koma á framfæri þessu sem að við erum búin að vera að vinna að í hinum ýmsu verkefnum sem að teygja sig allt frá, getum við sagt, Norður-Noregi og Íslandi og alveg yfir í dóminíska lífveldið og því að Skotarnir hafa verið að vinna líka yfir í Karíbahafi og þannig að það svona er þetta kannski í hnotskurn er þetta margt af þessu snýr að því að auðvelda og búa til verkfæri og kenna fólki sem er þá kannski með bara svona minni litlar stofnanir, ekki einhver risasöfn þar sem eru margir starfsmenn og svoleiðis, kenna mönnum að nota tæknina og að nýta sér í rauninni tæknina sem er til staðar og koma bæði til í rauninni skrásetningar og miðlunar. Og einmitt aðdáunarvert að sjá einmitt við rannsóknina í Seyðisfirði með það að það sé hægt að nálgast þessar þrívíddarmyndir bara leið og þeim sem miðlaði gegnum netið af því að þetta er eitthvað þarna er eins og Rannveig sagði sko þá náttúrulega ein ástæðan fyrir því hjá þeim er að þau eru náttúrulega að skrásetja þetta með þessari tækni af því að þetta hverfur leið og grafa þetta upp og þá færist þessi menningararfur samt sem áður þá yfir í hinn stafræna heim og verður stafrænn menningararfur hér eftir. Þannig að sú skrásetning er náttúrulega mjög mikilvæg. En sýniverkefnið, þetta sjáum við svona mikið af þessum samstarfsaðilum sem við höfum verið með
og Gunnarsstofnun var semst að vinna með hér á Íslandi í sínu verkefninu. Þá vorum við að vinna með meðal annars Minjastofnun, Vatnajökulsþjóðgarði, Óbyggðaseitrinu og Fljótsdalshrepp og svo Locatify sem er svona netmiðlunarfyrirtæki í Reykjavík, eða í Borgarnesi réttara sagt núna. Og svo sem sagt inn í þessi hin verkefni hafa bæst við að það er Mayo County Mayo sýslan á Írlandi, á vesturströndinni, sem er svona rétt einlega þarna fyrir neðan Donegal, þannig að það hafa bæst við fleiri Írar inn í þetta. Og sömuleiðis við erum að vinna núna líka með háskóla niður í Aberdeen sem er með útibú upp á Orkneyjum. Og þannig að þetta er að vera dálítið stórt svona tengslanet í þessu öllu saman. Og nú er ég meðal annars hér í dag að reyna að miðla og draga jafnvel fleiri inn í þetta tengslanet eða auðvelda öðrum að nýta sér þetta tengslanet. Og við erum sem sagt, eins og þið sjáu þarna, við höfum aldrei mikið verið svona á tækni hliðin í þessu, en það snýst samt sem áður ekkert bara um það. En hverfum nú svona samt til miðlunarinnar og það sem við höfum verið að gera og förum svona aðeins yfir í austfirska menningararfinn sem við höfum verið meðal annars að vinna í þessu. Þetta er nú kort sem þeir sem komið í Klaustur hafa nú séð hangandi þar og menn hafa gaman að því að skoða. Þetta er kort frá 1734 sem að þýskur kortagerðarmeistari gerði fyrir danska kónginn og sýnir nú hvað Austurlandið var nú stórt einu sinni. Austlendingafjórðungur, hann tegir sér nú svona þessi gamla stærð á honum eins og hann ætti náttúrulega að vera enn í dag, en verður kannski einhvern tímann aftur þegar jöklarnir verða horfnir. En það sem okkur finnst alltaf svo skemmtilegt á Skriðuklaustri við þetta er auðvitað þetta hérna, að inn á þetta kort er sem sagt teiknuð leiðin norðan úr landri frá Mývatni og til Austurlands og hún endar að sjálfsögðu á Skriðuklaustri. Og þannig að þetta svona er korti sem staðfestir í rauninni það að Skriðuklaustur var auðvitað í alfara leið hér áður fyrr á öldum og menn komu, það tengdi svona Norðurlandið og Austurlandið. Þetta voru krossgöturnar sem kannski er svona svipað og Egilsstaðir eru þá í dag, getum við sagt. Og svo voru sem sagt, þá getum við tekið svona þarna 2 stóra staði sem að menn voru kannski að fara til þegar þeir hérna fóru frá Skriðuklaustri og annars vegar það náttúrulega Gautavík sem var á tíma klaustursins fram á 16. öld að þá var það ennþá kaupstaður Hansakaupmanna frá Þýskalandi í Gautavík í Berufirði, áður heldur en það fluttist út á Djúpavog, sá kaupstaður, og svo var það Hálsahöfnin sem að er náttúrulega mjög merkilegt og var sem sagt í eigu Skriðuklausturs að stærstu leyti, Hálsahöfn í Suðursveit sem er rétt fyrir utan Hestgerði þar sem að bensíndælan var nú hér einu sinni þegar að maður stoppaði stundum og var orðinn bensínlaus á leiðinni suður. En þarna sjáum við Hálsana og það sem að Hálsahöfn var hér áður en að jöklar fóru að stækka og landið að síga þarna og fljótin að valda usla og breyta öllum góðum stöðum fyrir verstöðvar. En þetta, bara svona til að rifja þetta upp, að þá var þetta náttúrulega einn dýrasta jörðin sem Skriðuklaustur átti og þeir lögðu bara heilmikið á sig að komast yfir 3/4 eignarhluta í þessari jörð og 80–100 var þetta og lengi vel áttu þeir nú 50%, náðu svo í 3/4 og svo en lengsta var síðan hins vegar alveg 1/4 jarðarinnar var bændaeign samt sem áður þarna. Og þetta, ef við skoðum þetta, þá er þetta náttúrulega gríðarlegt land sem er þarna og fylgdi þessu. Það eru til sem sagt, þessar gömlu heimildir eru skráðar það hvaða ítök og hlunnindi fylgdu nú þessari jörð. Og svo var það svolítið merkilegt að á tíma Skriðuklausturs að þá átti sem sagt Kirkjubæjarklaustur síðan Smyrlabjörg og Hestgerði sem er hins vegar náttúrulega lítils virði miðað við Borgarhafnarlandið. Og þetta, það er ekki nóg með það, heldur er svo líka vert að vekja athygli á því að Skriðuklaustur átti helminginn á móti sandfellingum hérna í 14 km fjöru í í Öræfunum sko. Hérna er Fagurhólsmýri hér, þannig að þetta er hérna austur eftir. Svo, og auðvitað tengist þetta allt saman
því að þegar að jökullinn var minni og við vorum að tala litla hérað sem Öræfin eru nú og svona, já, leiðir manna lágu svolítið öðruvísi. Þannig að það eitt af því sem við höfum verið að skoða í þessum verkefnum og hérna sjáið þið nú svona eins og þessar gömlu ferðaleiðir yfir jökulinn hafa verið teiknaðar og menn hafa nú velt því fyrir sér lengi. Það mjög fínar greinar eftir Hjörleif Guttormsson sem hann birti í Náttúrufræðingnum. Núna 3 á ferðaleiður yfir og umhverfis Vatnajökul og meðal annars fyrir áeggjan okkar í þessum verkefnum. Og ef við leggjum hérna yfir þetta kortið Hans Helga Björnssonar úr Jöklar á Íslandi, það sem hann var svona hans tilgáta sem vísindamanns og eins fróðasta manns Vatnajökul, hvernig jökullinn gæti nú hafa litið út árið 1000. Að þá var þetta hans skissa svona af því. En við fórum síðan í samstarf við Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands og það ætti nú að vera komin út fræðileg grein og úttekt eða fræðileg grein þetta eftir þau vísindamennina sem unnu að þessu, en það var sem sagt doktorsverkefni hjá henni Louise Stephensen Smith að búa til reiknilíkan til þess að fara aðeins aftur í tímann. Þeir hafa verið dálítið mikið í því að fara fram í tímann og segja okkur hvernig þetta kemur nú til með að líta út eftir nokkra áratugi eða árhundruð, en menn hafa kannski minna verið að nýta og nota reiknilíkun til þess að fara tilbaka. Og þá eru menn að styðjast auðvitað við Grænlandsjökul og borkjarna úr honum og svona þau veðurfarsgögn sem eru til staðar. En út frá því að þá var þetta það sem að reiknilíkanið hennar Louise gaf út, að jökullinn hefði verið svona árið 1000. Og við sjáum það að hérna í Norðlingalægðinni, svokölluðu, að þá eru menn ekki að fara upp í 1000 metra hæð. Jökullinn það ekki bara hans í minni, heldur hann auðvitað miklu þynnri. Þannig að þetta var töluvert annað og við sjáum hérna að þetta dálítið stórt klof þarna sem inn það sem að Brúarjökullinn hylur allt í dag. Og ef við skoðum þetta svona, þá hérna getum við kannski lagt á þetta svona þessar ferðaleiðir, helstu ferðaleiðir sem að menn hafa talað hér, austan og norðan að þá var þetta auðvitað allt annað að fara yfir jökul. Þetta var ekki eins hrikalegt eins og það í dag. Svo förum við hérna áfram, samkvæmt reiknilíkaninu, og þetta reiknilíkanið auðvitað, það ekki 100%, frekar heldur en annað sem við erum að spekulera með fortíðina. Þannig að það getur þess vegna verið árið 1500 að þá hafi það verið nær því sem ég sýndi fyrir árið 1000. En allavega þó það að miðað við reiknilíkanið þá samt sem áður þetta staðan þarna þegar að Skriðuklaustur stofnað. Og þegar að þessar ferðir eru nú í miklu mæli yfir jökul. Og það munar auðvitað drjúga að geta farið þetta langt á grónu landi sem var þá þarna náttúrulega inn Vestur-Öræfin og ég nú verið að bæði í gamni og alvöru að segja að þetta náttúrulega hafi verið hinnar eiginlegu Maríutungur þarna inn með jöklinum öllum, þó að menn deila auðvitað það í dag, hvort að það liggja þarna austar eða séu bara lítið landsvæði. En allavega þarna inn af Vestur-Öræfunum, suðvestur af þeim, að þá liggur þetta, eða suður af þeim liggur þarna töluvert mikið landflæmi sem var algróið á þessum tíma og jökullinn bara rétt að byrja að teygja sig yfir. Þannig að, og auðvitað þynningin, þykktin á jöklunum samt sem áður hér í Norðlingalægðinni, hún hérna upp í 1200 metra, það þessi hérna hæðalína. Þannig að þetta svona það sem menn hafa búið við á tíma Klaustursins. Svo getum við bara að spóla hérna og sé hvernig þetta rekur sig þangað til að hámarkinu náð. Sjáum að reiknilíkanið, hann nær samt sem áður ekki alveg, hann nær ekki alveg að taka Brúarjökulinn eins og hann fór lengst. Það bláa línan, útlínan sem þarna. Að reiknilíkanið það svona, hann nær ekki alveg en það fylgir, það nær nokkuð vel að setja. Þetta sem sagt reiknilíkan útkoman 1880 og til stuðnings þess að þetta þetta stenst samanburð við það sem mælingar okkar og rannsóknir sína. Þannig að þetta var mjög gagnlegt að fá þetta verkefni sem var styrkt af Vinnu Vatnajökuls og
og bara vonandi þeir hafa bara ekki frið fyrir náttúrunni þarna á Jarðvísindastofnun til að klára neitt í skrifum núna. Það er hérna svo mikil aksjón alltaf, hvort sem það er í jöklum eða eldfjöllum. En ég ætlaði hérna aðeins áður en ég fer í þessu, að þá hérna förum við hérna aðeins yfir í það sem við höfum verið að gera. Það sem við erum sem sagt að vinna svolítið með núna, að það er að við ætlum okkur að koma þessari leið, því auðvitað kannist við það að við höfum verið að búa til hérna sýndarveruleika byggingar og prófa það kannski sum ykkar upp á Skriðuklaustri af klausturbyggingunum eins og þær voru til forna. En núna erum við sem sagt að ætlum að taka svolítið stærri part heldur en bara kirkjutúnið fyrir og ætlum að taka í rauninni þannig að við getum farið á vissan hátt í sýndarveruleik og skoða þá inn í fortíðina þessa leið frá Skriðuklaustri og yfir jökul og suður í Suðursveit og Hálsahöfn. Þannig að þarna erum við svona stödd upp á Snæfellinu. Það er þægilegt að hlaupa upp á það þarna í sýndarveruleikanum. En því sem sagt, ef við förum hérna aftur og horfum hérna suður eftir, og þetta er unnið semst út í St. Andrews og þau eru að nota kortagrunna frá landmælingum og síðan sömuleiðis frá Jarðvísindastofnun fyrir það því að það er náttúrulega búið að kortleggja landslagið undir jöklinum. Þannig að við vitum alveg hvernig þetta landslag liggur hérna fyrir innan og ef við færum okkur hérna yfir þarna erum við þá farin að sjá inn í klofið eins og hérna þar sem við erum þá með jökulinn á hérna núna. Þannig að þarna með þetta getur maður leikið sér svona og síðan færum okkur hérna aðeins nú bara vorum snögg yfir jökulinn og komum hérna niður. Þetta er hérna hjá Jöklaselju og þar og sáum svo hér út til Borgarhafnarfjallið hérna að þarna og við sem sagt erum búin að fara og mynda beggja vegna jökuls og meira að segja að Denny óbyggðasetrinu fór nú og yfir jökulinn og hérna fyrir 1,5 ára síðan og fóru 3 á skíðum og skíðuðu yfir jökulinn og voru líka að taka myndir upp á jökli. Það svo sem er ekkert mikið annað að sjá heldur snjó og ís en samt sem áður gaman að því og auðvitað gefur svona ákveðna mynd er að tekið með drónum að þá sér maður kannski til fjalla til beggja átta sem að svona segir sitt og við höfum verið semst að taka myndir og hérna erum við þá með drónamynd sem er tekin 360 gráða mynd sem er tekin í dróna þarna á svona svipuðum slóðum og við vorum þarna í teiknaða veruleikanum og þetta er þessi 360 gráðu ljósmyndir sem menn er að taka með drónum. Þetta er algjör bylting vil ég segja í það að lesa í landslagið og bara koma nöfnum inn í menningarlandslagið okkar. Af því að svo getum við sett inn á þetta örnefni eins og þið hafið séð kannski hjá Hafþórusnjólfi sem mann hefur verið að gera með Borgarfjörð og þannig að við getum lagt á þetta allt saman örnefni. Og svo hérna svona, þannig sjáum við í sjálfum sér þessa leið og þarna erum við að nýta okkur þá forrit sem heitir FatMap og göngufólk notar mikið til þess og er notað til að sýna og lokka fólk til þess að ganga einhverja leiðir og þetta getum við auðvitað nota líka inn í ákveðna miðlun þar sem að við getum bara brugðið okkur þarna niður að Hálsahöfninni og stigað og við fórum einmitt, ég hef verið í samstarfi við þau á Þórbergssetri líka og við Fjölnir og fórum með fleirum og gengum niður í rauninni frá það sem að Jöklasel var forðum daga og gengum niður staðarhálsana, þarna undir Hálsatindi og vorum einmitt að rýna eftir því og koma staði hvar þessi gamla leið hefði legið þarna undir Hálsatindinum þar sem þau fóru niður af því þetta er dálítið bratt þarna niður og þarna sjáum við leiðina þar sem að hún einmitt þarna komast staði hún liggur hér upp á þessu hjalla og svo fer hún hér niður svo ská og fer svo beint einlega niður hérna með ánni og við sáum sem sagt ummerki eftir þessa gömlu þjóðleið þarna. Þannig okkur tókst að staðfesta það sem við vorum svona leitast eftir að gera. Þannig að þetta er hægt að leika sér dálítið mikið með þetta. En ég ætla að fara hérna aðeins yfir í hins vegar
hitt, þannig að við erum svona að vinna áfram með þessa leið og sömuleiðis langar okkur að gera þetta sama með Gautavíkurleiðina. Við erum höfum verið að fá styrki líka úr uppbyggingarsjóði og verið að fá nemendur úr nýsköpunarsjóði námsmanna inn í þetta til þess að nýta með Evrópufénu. Og eitt af því sem við höfum gert dálítið af og okkur þykir dálítið spennandi, það er í rauninni allar þessar klausturjarðir. Það er gamla skriðuklaustursveldið. Ég er náttúrulega búinn að vera þarna herra í yfir 20 ár, þannig að ég er farin að huga til landvinninga. En þarna sjáum við nú allar jarðirnar sem Skriðuklaustur átti. Þær þekja bara töluvert stóra prósentu af Austurlandi og eru hér alveg á annesjum, vítt og breitt, og Bjarnarey og Skrúður voru til dæmis báðar í eigu Skriðuklausturs á tímabilið að minnsta kosti og það er náttúrulega margt sem er svona merkilegt við þetta. En förum hérna aðeins aftur inn í það því að við erum síðan að reyna að koma þessu til skila inn í gegnum fleiri staði. Við förum bara hérna aftur inn í 360 gráðum myndirnar okkar. Þá getum við farið kannski hérna, já, eins og við förum hérna bara á Karlsskála, mynd sem var tekin í sumar, 360 gráða mynd, tekin í blíðviðri í sumar. Og þetta er náttúrulega síðan hægt að við getum skoðað þetta auðvitað í svona gleraugu þar sem við erum þá bara svífandi þarna yfir og getum skoðað þetta vel. En í leiðinni er þetta náttúrulega að gefa fleiri upplýsingar og við erum búin að vera að taka bæði ljósmyndir og vídeó og síðan svona 360 gráða myndir og erum að reyna að covera allar þessar klausturjarðir með þeim hætti. Og svo getum við séð hérna sjáum við nú til dæmis eitt af því sem við nú tala mikið í dag. Hér eru minjar sem eru greinilega að rofna hægt og bítandi að hverfa í sjóinn í rofi. Þannig að þetta er svona partur af því líka að ná utan þetta allt saman sem við erum með. Förum hér, ég er svona, ef þetta er þessum tímans Hónbói, þá er ég nú svona komin í seinni hlutann sko. En þið getið sem sagt komist inn í eitt og annað þessu bara í gegnum Skriðuklaustur síðuna. Við erum búin að setja mjög margt og þar erum við búin að setja líka náttúrulega sýndarveruleikann og svo það sem við erum auðvitað komið með töluvert af okkar munum í svona þrívíðar myndir sem við geta skoðað þar inni og er partur af þessu öllu, þessari miðlun. Og síðan er hægt meira að segja að fara svo er þar tengill líka inn á svona kort sem að sýnir þá þessar jarðir og það er svona hægt að sem sagt þetta er gagnagrunnur sem við erum með að vinnum inn í þessum verkefnum öllum þar sem við erum að safna saman bæði mynd, efni og fleiri upplýsingum og það sem okkur finnst nú kannski ekki síður spennandi að það er náttúrulega líka svo bara þessar ferðaleiðir og við leggjum þarna inn í jarðirnar og svo þessar ferðaleiðir af því að það kemur síðan kannski í ljós að Skriðuklaustur var jafnvel að reyna að eignast greinilega eitthvað báðum megin við ferðaleiðir eins og hér sjáum við hér út í Hjaltastaðaþinga og síðan náttúrulega átti Skriðuklaustur hérna meira en helmingina á Loðmundarfirði. Og þið getið komist inn á þetta í gegnum síðuna hjá okkur. Við getum farið hérna bara, sé hvernig þetta virkar hérna. Við getum farið hérna og stokkið hérna í myndband, tekið hérna af krossi út með Mjóafirði. Það sem þetta er nú svo sem minja náttúrulega frá 20. öld, sennilega mest af því sem er sýnilegt þarna, en sjást síðan auðvitað móta fyrir rústum frá fyrir tímum á þessum stað. Og þannig að það sem við erum svona að vinna í núna, það er að reyna að gera þetta ennþá aðgengilegra og koma þessu þannig að menn geti bæði verið að skoða þetta í gegnum netið og sömuleiðis í gegnum svona snertiskjái hjá okkur upp á Klaustri og ná þannig að skila svolítið meiri upplýsingum þetta veldi Klaustursins og hvernig leiðir manna lágu hér Austurland
fyrir 500 árum. Og eitt af því sem ég hef til dæmis rekið mig á, ég var að tala við Helga Hall einmitt daginn, að það var til dæmis, við eigum dálítið vel skráð hvernig þessar leiðir yfir fjöllin og hérna á milli niður á firðina og svona, hvernig þær lágu. En svo svo vantar okkur eiginlega kannski heimildirnar eða skráningun allavega náði hvernig það lágu hérna innan héraðs. Við vitum, það eru til skráð svona hvar þessi vöð voru og ferjustaðir og kláferjur yfir fljótið og jöklu. En svo vantar einhvern veginn jafnvel svona allavega höfum við aldrei skrásett það. Það var aldrei, ekki tekist að finna neina grein um það. Við okkur höfum virkilega farið í það að skrásetja þessar leiðir hér innan héraðs. En þannig að þetta svona hluti af því sem við erum að sýsla í þessum verkefnum og það sem að við erum síðan að vinna líka með inn í þessu og ég hef mikinn áhuga á núna að það í rauninni það að það er liðvirkjun, það að segja það sem kallað á ensku crowdsourcing, að ég held að það öll tækni og allt slíkt að verða þannig í dag að þetta leikur í höndunum á fólki, ég tala nú ekki yngri kynslóðum, og þetta allt til staðar, að við eigum svo miklu meiri möguleika á því að ná utanum menningarminjarnar okkar og menningararfinn. Við getum bara sendt fólk út og til þess að safna gögnum. Við getum kallað þetta alþýðufræðimennsku eða áhuga hópa sem að fara og skipulega yfir svæði og það verða þá til einhver gögn allavega sem að þá hægt að rýna og skoða og þá geta menn jafnvel farið að forgangsraða og sjá hvað nú vert að skoða betur. Og við höfum svona verið að ræða þetta aðeins inn í minjaráðinu hérna og víðar. Og því að þetta við höfum þessa snjallsíma, við höfum spjaldtölvu, við höfum drónana, 360 gráðu myndavélar og ég ætla bara að enda á því að sýna ykkur hérna hvað hægt í rauninni að gera með sem sagt nýjastu gerð af iPhone eða hérna iPad eða spjaldtölvu frá Apple. Þið kannist mögulega við þetta form sem þið sjáið þarna. Þarna hafið nú sennilega flest farið og gengið gömlu klausturkirkjuna í rústunum á Skriðuklaustri þar sem að Steinunn og Rannveig var að grafa líka. Og svo getum við fengið hérna ljósmyndirnar út úr iPadinu líka og þetta sem sagt þrívídar módel sem að ég tek á 5 mínútum með svona iPad og geng bara hérna svæðið af því að það sem sagt inn í þessa iPada og iPhonea núna komin svokallaður lítarskanni og hann mælir þetta líka allt upp á sentimeter. Þannig að tími málbandsins hann eiginlega að verða liðinn. Og það þetta sem að ég held að myndi gera okkur kleift að ná utanum skráningu á okkar menningarminjum með mun hraðari hætti. Þá ég ekki að tala nákvæma fornleifa skráningu, heldur að bara ná yfirliti yfir og gögnum sem að þá gefa okkur allavega til kynna hvar hlutirnir eru og hvernig þeir líta út núna og hvort að þetta sé nú eitthvað sem að tengist eða sé áhugavert til að skoða betur. En, takk fyrir mig. Margt sem hægt að gera. Einhverjar spurningar sem hafa vaknað snarpar sem við viljum reyna skólabyrni? Ég kannski aðeins varðandi Hálsahöfnina. Eitthvað eftir, það allt farið sem þar var eða vita hverjum sem við voru eða hvernig? Það allt og lítið til að heimildum þetta og það sem sagt, það óalega erfitt orðið að sjá það auðvitað til svona skráðar munnmælasögur og slíkt líf þar og svona og sömur segir einhvers staðar líka að það hafi verið einhverjir standandi skálar þar á 18. öld en hún leggst af í rauninni fyrir 1600. Það ógulega stór sjóskaði sem verður þarna 1578 mig minnir og þar sem að farast margir bátar og þá greinilega farið að breytast allt þarna þannig að menn voru ekki að gera síðan mikið út og útgerðin færðist þarna. Á sama tíma síðan
jökullinn auðvitað farin að stækka og þessi menn fóru að sækja annað af því menn komist bara hreinlega ekki þarna niður. En það sem það var farið sem sagt með, það er svokallaða kampstún sem liggur þarna á bakvið kampinn sem er þarna norðan við Hestgerðið, að þar telja menn náttúrulega að verskálarnir hafi staðið og það er 2 hús og það meira að segja skissa í skissubók frá Daniel Brún, við vorum eiginlega bara að komast að daginn. Það er skissa þar sem hann gerir af mögulegum leifum af einhverjum skálaðar þegar hann kemur hérna 1900. En það var farið með jarðsjá, af því að við vorum að tala jarðsjá daginn, og það var farið með jarðsjá og Steinunn sendi samstarfsfólk sitt með jarðsjá þarna fyrir 2 sumrum sennilega, og það var reynt að fara þarna yfir. Það er svona sæmilega slétt þarna. Það eru semst yngri byggingar þarna sem hafa verið hlaðnar aðeins, en jarðsjáin gaf ekki neinar frekari vísbendingar annað. En það líka þarna að þetta er ekkert nema skriður, sko. Það er náttúrulega búið að skríða þarna ofan fjallinu og svona yfir þetta, þannig að þetta er mjög raskaður jarðvegur. Og síðan auðvitað búið að nýta eins og hvar annars staðar náttúrulega allt gott grjót til hræðslu í eitthvað annað. Já, ég veit að þakka þér fyrir þetta, Skúli, það var fróðlegt og spennandi, eins og allt sem þetta snertir. Ég veit að það eru nokkuð mörg ár síðan að það var gerð heilmikil aðgerð einmitt í Gautavík, uppgröftur þar. Ég hef enga skýrslu það séð og hún já, flott, það verður mjög gagnlegt. En það væri þá kannski þó svo að liðið sé langt síðan þetta var grafið upp, að það væri hægt að gera eitthvað í svipaða átt og þetta, það er að segja gera einmitt það líka sýnilegt. Því að þetta snýst, svo séu fleiri en ég sem er ekki nú þefi sig að finna skýrslur, en ég þykk gjarnan ábendingar, en þetta er náttúrulega margfalt sterkari miðlun og segir meira en þykkur bunki af blaðsíðum, bara að það skoða svona yfirlitsmyndir. Þorsteinn var líka með? Já. Þetta var gríðarlega flott tækning og ég fyrir að bæja þekkingu og forvitni annarra. Ég veit að vera alltaf aðeins að spyrja út í leiðirnar yfir Vatnajökul sem var sundir þarna framan að í Borgarhöfn, og þar vitnaði Sigurður Þórarinsson að við vorum núna í Glettingi fyrir nokkrum árum endurprentun af greinum hans. Já, það er einmitt þarna. Þá var náttúrulega ein leiðin ef menn fóru upp úr Fljótsdal, vestan með Jökulsá, upp Vatnajökul og Franka Svíðarsúk og niður í Hoffersdal. Jú. Er hún sýnd á það? Hún er ekki sýnd á þessu. Nei, já, býtu, jú, ætli það sé ekki þessi hérna. Já, það getur verið, já. Það er bara að spyrjast fyrir okkur. Jú, það sá hann ekki á það. Það er þessi hérna. Já, hún er það. Já. Við tökum þetta svona. Það er framgóðan. Já. Hún er hérna. Það er því svara sem sagt. En mjög gaman að sjá þetta. Takk fyrir það. Þetta með Gautavík, Þórhallur einmitt, að þessi skýrsla er nú aðgengileg, en það er nú kannski meðal annars eitt af þessum sögufélagi getur líka staðið fyrir, að það er að gera hérna góða hérna linkasíður og deila slíkum upplýsingum. En það væri vissulega gaman að geta gert svolítið meira með Gautavík og það eru auðvitað ákveðnar upplýsingar í þessari skýrslu sem er líka bara gaman að koma framfæri, en svo sömulegis bara það litla sem er þó sýnilegt þarna ennþá, sko. Þá held ég, fyrirgefðu þetta. Mér finnst það kannski spurning hvort að sé ekki bara dálítið litið fram hjá nágrannabænum þarna. Nú er það að vita að klaustrið stóð ekki nema 50 ár, kannski rúmlega. Þetta var yngsta og klaustrið á Íslandi og það sem stóð styst. Og ótrúlega marga jarðir sem reyndar ekki tókst að ná undir sig. En við hliðina á Skriðuklaustri er stórbýli æva gamalt. Höfðingjasetur, kirkjustaður, ráðstöðstaður. Og ég get ekki myndað mér annað en að
hann hljótt í rauninni hafa verið forveri þess að því sem gerðist í Skriðuklaustri. Þangað hafði leiðirnar legið upphaflega sem hafa verið teknar hér. Því að þetta er svo stutt tímabil. Ég langar að fá svona kannski nánari skilning á þessu á skóla. Það er náttúrulega alveg á hreinu að þetta er auðvitað þetta tengist þetta hérna alþjóðsstað og hérna en það er í sjálfu sér ég fór ekki aftur í Sturlungu með þetta af því að klaustrið ná ekki þangað sko og við getum kannski sagt að þetta ég er að leika sama leik og við leikum í rauninni í fornleifarannsókninni á Skriðuklaustri því að kannski sum ykkar vita en kannski ekki allir hér inni en þá er skálið náttúrulega, það er skálarúst undir klausturbyggingunum á Skriðuklaustri en við bara stoppuðum á 1477 öskurlæginu vegna þess að við vorum að rannsaka klaustrið en ég var nú eiginlega búin að ætla nefnilega með hérna veldi Svínfellinga og Valþjófsstað í sambandi við það og líka bara þessar tengingar yfir jökulinn því auðvitað byggist þetta allt saman á fyrri hérna ferðaleiðum. Það er ekki Skriðuklaustur er ekki að finna upp þessa ferðaleið en eins og Helgi segir það er svo skammur tími í sögunni sem að það er starfrækt og Fljótsdalurinn þar að leiðandi náttúrulega bara þessi miðpunktur þarna og meðal annars í veldi náttúrulega Svínfellinga frá og þetta sýnir okkur kannski enn betur þessar það svona sannar fyrir okkur svolítið betur sko hversu það var nú stutt á milli að fara frá Hofi í Öræfum og til Valþjófsstaðar á Sturlungaöld og vanda lítið og að tengja þar að leiðandi þetta veldi Svínfellinga alveg á Vopnafirði og suður í Öræfi. Frá Hofi til Hofs? Já, frá Hofi til Hofs. Þannig að það er hérna bara klausturrígurinn í mér hérna og reyndar, ég ætlaði nú að nefna Valþjófsstað, ég var nú bara að bíða starfsfólkurinn á því en ég var nú búinn að einsetja mér að venna þess að ég var staddur norður í Skagafirði og Skagaströnd nefnilega síðustu 2 daga og með þar miklum Sturlunga snillingum eins og Sigga Hansa með Kakalaskála og Þóri sem að rekur hérna Þingeyjarskála í Dýrafirðinum og miklu sögumenn og hérna þannig að ég er búinn að vera aftur á Sturlungaöld síðustu 2 daga dálítið mikið í samtölum þeirra og þá meðal annars vorum við líka að ræða þetta með hvernig þessar ferðaleiðir lágu allt öðruvísi og þetta skýrir sig dálítið vel þegar við horfum síðan á. Já, mér finnst þetta reikni líka að það svona styrkti mann algjörlega í sögunni með það, bara nákvæmlega eins og hérna þessar nýju niðurstöður hérna frá Lands og Meadows með 1121. Og það er kannski ágætis niðurlegandi hérna, bæði þessi erindi náttúrulega að sýna það, bæði hvernig nútíma tækni getur nýst og síðan þessi þverfaglega nálgun á vinnuna. Það er jarðfræði, veðurfræði og fornleifafræði, sagnfræði og allt saman. Skulum gefa skólanum klapp. Við erum sem að leggja til að við breytum dagskránni örlítið og tökum kaffihlé núna, tökum svona 10 mínútur og síðan rennum við hratt og snöggt inn í það sem heitir venjulega aðfundastörf og svo að þriðji fasi fundar eru önnur mál. Þannig að við sem sagt tökum okkur smá kaffi núna, 10 mínútur eða svo og svo höldum við á. Já, ég ætla kannski að taka það fram að þegar ég pantaði húsnæði hjá hérna Austurbúð þá bað ég kaffiveitingar eða svona eitthvað með kaffinu en ég átti mér ekki á því að þetta yrði svona rosalega flott þannig að ég ætla að byrja með að taka rækilega til matasins. Ef ekki gerir það ekki núna sko þá ekki víst að verði merkilegt næst sem. Verðum við ekki að fara að skera kökuna? Já, það. Allnokkrar liðir hér á dagskrá og fyrstur þeirra, það er 5. dagskrárlið, það er skýrsla stjórnar. Það er Sigurður Bjarnason sem ætlar að flytja okkur hana.
Að því loknu verða reikningakynntir og síðan verður boðið upp á fyrirspurnir og umræður þessa tvo liði. Sigurður, gjörðu svo vel. Fundastjóri, ágætu fundamenn. Ég tók saman hérna nokkra funda það sem gert hefur verið á þessu rúma ári sem haldið var síðasti fundur. Félagsfundurinn á Reyðarfirði, þar sem félagið var í raun og veru endurreist. Hann var haldið sem sagt 18. júní 2020, þá voru liðin 40 ár og 1 mánuður frá næsta fund og undan, sem var haldið 18. maí 1979. Á þeim fundi voru samankomnir 7 félagar, þeir Ármann Halldórsson, Björn Sveinsson, Jón Kristjánsson, Auðun Einarsson, Vigfús Ingvar Ingvarsson, Gunnlaugur Haraldsson, Helgi Gíslason og Sigurður Ó. Pálsson. 5 þessara manna eru látnir en 3 eru enn á lífi. Varla er hægt að tala aðalfund þarna því að það var engin áreikningur lagður fram og það var kosinn bráðabirgðastjórn sem skyldi undirbúa endurreisnarfund og voru kjörnir í hana þeir Jón Kristjánsson, Auðun Einarsson, Vigfús Ingvarsson og Páll Pálsson á aðalbóli. Ég hringdi í gær í Páll Pálsson á aðalbóli og sagði honum frá því að hann hefði skipað til þess að endurreisa þetta gera fyrir 40 árum síðan. Hann var nú ekki viss hann hefði nokkuð tíðan heyrt af þessu sjálf. Ég sagði að hann var nú tími til þess að fara að huga málna en þegar hann í félaginu núna og allt í góðu með það. Og við sem að nú lifum höfum tekið kannski svolítið að okkur þetta verkefni. En nú skulum við yfirgefa fjarlægur fortið og færa okkur nær. Á fundinum í fyrra voru samþykkt ný lög fyrir félagið, sniðin á nútímanum. Margt var rætt, bæði liðna tíð og þau verkefni sem blasa við félaginu, en þar rís hæst yfirtaka á útgáfu ritsfélagsins, Múlaþings, sem gefið hefur verið út af sjálfstæðri ritnefnd árabil undir forystu Jóhanns G. Gunnarssonar. Hann gat því miður ekki verið með okkur hér í dag, en við hefðum gjarnan viljað sjá hann hérna. En ritið hefur alltaf verið gefið út eða síðustu áratugina á ábyrgð sveitarfélaga. Á fundinum var rætt heimasíðu fyrir félagið og önnur mál. Þá var minnst látins fræðimanns Ingimars Sveinssonar á Djúpavogi. Á fundinum voru eftir talin valin í stjórn félagsins Sigurjón Bjarnason, Unnur Birna Karlsdóttir og Þórður Vilberg Guðmundsson, til vara þau Þórhallur Þorvaldsson og Katí Jósefsson. Á fyrsta stjórnarfundi skiptuðu með sér verkum þannig að Sigurjón formaður, Þórður Vilberg ritari og Unnur Birna gjaldkeri. Stjórnin hefur komið 7 sinnum saman til fundar á tímabilinu sem vegna sóttvarna var í lengra lagi eða rúmið 16 mánuði eins og ég gat áðan. Meðal verkefna stjórnarinnar var tilkynna nýja stjórn og breytta samþykktir til fyrirtækjaskrár, að skipa ritnefnd Múlaþings en í henni sitja nú Páll Baldursson, Elsa Guðný Björgvinsdóttir og Friðrik Þorvaldsson. Ég átti nú vona að eitthvað af þessu fólki hefði komið hingað í dag en það hefur ekki látið sjá sig alveg hver sem skýringin er. En ég veit ekki betur en þau hafa öll fengið tölvupóstana mína undanfarna daga og vikur. Ritstjóri næsta heftis Unnur Birna Karlsdóttir. Talsvert liggur fyrir á efni til birtingar í næsta Múlaþingi auk margra hugmynda efni. Mun ritnefnd koma saman með ritstjóra næstu dögum. Er það ekki, Unnur Birna? Jú, ritstjóri krefst fundar. Og skipuleggja undirbúning næsta heftis. Áskrifendur á Múlaþingi eru nú 402 samkvæmt lista sem ég fékk frá Jóhanni. Stjórnin hefur leitað eftir fjárstuðning í sveitarfélaga við uppbyggingu starfsins. Sveitarfélag lögðu öll fram fé á þessu ári, samtals 215.000 krónur, auk þess sem SSA lagði félaginu til 150.000 krónur. Engir sjóðir fundust frá fyrri tíð, þrátt fyrir rækilega leit í bönkum. Bankareikningur var þó stofnaður síðla árs 2020 en hann var tómur áramót. Gjaldkeri mun sýna ykkur fjárhreyfingar í yfirstandandi árs á eftir en þær eru hráefni í næsta ársreikning, semst vegna 2021. Söguslóður Austurlands sem áður hétt Hrafnkelsögufélagið hefur starfað að kynningu á söguarfið Austfirðinga með sérstakri áherslu á landnámi og Austfirðingasögur frá árinu 2005. Eftir samræður stjórnar félagana hefur verið ákveðið að sameina félögin og var það endanlega frágengi og auka aðalfundi þeirra í vikunni. Liggur tillaga samþykkt þar að lútandi fyrir þessum fundi. Sveitarfélagið Múlaþing hefur stofnað Fræðasetur Austurlands
Sigfúsarstofu sem ætlað að vera miðstöð fræða og sögu á Austurlandi. Á sögufélagi þar fulltrúi í stjórn, Unnur Birna Karlsdóttir og Gunnlaug Haraldsson til vara. Stjórnin hefur samþykkt að vinna því að eldra Múlaþing verði birt á tímarit.is enda finnist eðlis fjármagn. Fyrirleggur tilboð upp á 600–700.000 kall. Það mikilvægt verkefni þar sem ekki liggur fyrir heildstætt efnisyfirlit yfir ritið frá upphafi og við bundið að finna tiltekna greinar nema fyrir liggi efnis- og höfundaskrá. Mætti huga því verkefni á næstu árum. Mikilvægt að gera eldra Múlaþing aðgengilegra fræðimönnum þar sem það geymir mikinn sjóð sögulegs fróðleiks. Hjörleifur Guttormsson mætti á stjórnarfund í ágúst síðastliðnum og sagði frá verkefni sínu við ritun ævisögu séra Sigurðar Gunnarssonar á Hallormsstað. Samþykkti stjórnin að styðja þetta framtak með því að aðstoða við sölu og leita fjármögnunaraðilum fyrir útgáfuna. Ekki vitað hvort útgefandi hefur fengist að verkinu, ég hef minnst frétt á því ennþá. Margt fleira var rætt á stjórnarfundum sem ekki hefur komist í framkvæmd en sumt af því heldur áfram í umræðinu. Utan funda var gerð könnun á birgðastöðu Múlaþings, ritsins. Talsverður lager til af eldri heftum og hann varðveittur í húsnæði sem hérna í næstu húsi. Talning hefta sýndi niðurstöðu upp á 4.999 stykki og 155 fylgiritt eru til á lager hérna. Það er sýslufundar sögur og sýnist aukalega. Telst lager þessi nú vera eigin sögufélagsins og sér stjórnum að afgreiða af honum með pantanir berast. Félagaskrá taldi í upphafi þessa fundar 39 meðlimi og það er einhverju fleiri að bætast við. Nú, ef við vilja eitthvað vita hvað er framöndan í Múlaþingi, þá er það svona, ég ekki hlaupið yfir það á hundavæði hérna. Það er verið að vinna að sögufélagsins. Ég hef nú verið að bralla við það á eigin vegum og er svona langt komin en vantar að svolítið að binda á það endan út. Tryggvi Gíslason, fyrrverandi skólameistari á Akureyri, hann ritar formúður sín í Mjóafirði, Jóhannes Sveinsdóttur. Það er fjallað ævi Guðrúnar Brúnborg, en hún var ansi merkileg kona sem bjó lengi út í Noregi, ættu hérna á Reyðarfirði. Við höfum fengið grein frá Helga Hallgrímssyni steinristur og héraði. Arndís Þorvaldsdóttir ætlar að skrifa kornmyllur og farnasteina og síðan er fleira hér ýmislegt sem er í vinnslu eða okkur hefur borist. Hérna til dæmis No Milk Today, það er frásögn af því þegar mjólkursamlagshús á Djúpavogi brann og fleira. Það gæti verið eitthvað smærra efni sem er að reka á fjöruna hjá okkur. Síðan eru fullt af hugmyndum efni ýmist sem við vinnum sjálf eða vinnum upp úr eldra efni og þannig að það er nóg að gera í framtíðinni. Það er ljóst að stjórn Sögufélags Austurlands, hverjir sem í henni sitja, eru síður eins og verkefnilaus næstu árin og mikilvægt að félaginu beri stuðningur við starfsemi sína bæði fjárhagslegur og félagslegur svo það geti sinnt sínu mikilvæga hlutverki. Fleira ætla ég nú ekki að segja. Síðan getur bara fundurinn fjallað þetta en Unnur Birna ætlar kannski að segja nánar frá peningamálum. Ætlaður að varpa því upp á skjá? Kunnum við það? Við dreifum við líka bara hérna á borðin, það er svo sem... Já, ef það er á borðum þá held ég að Þetta er nú fljótlegt svo sem... Þetta er á borðunum hjá okkur. Látum það duga. Það er ekki það margir það. Nei. En Unnur Birna, við höfum ekki beðið að koma hérna upp samt. Og höldum þessu öllu innan ramma formuleg heitt hana. Ég skil þig. Og hlýði þetta bara. Já, komið í sælu öll saman. Já, það er nú einfalt með fjármál Sögufélagsins. Fyrst voru til engir peningar, alltaf hressandi að byrja á nulli. Það var að vísu Jói skilar príðisbúi með Múlaþing. Hann lagði inn hjá Sögufélagi 1 milljón núna í sumar sem er svona rekstrarfé Múlaþings og þó eftir að Jói á hins vegar eftir að gera Jóhann G. Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóri Múlaþings. Hann á eftir að gera upp bókhald Múlaþings auðvitað fyrir til skatts og annarra hluta upp úr næstu áramótum, þannig að við erum ekki komin með alveg lokatölur fyrir Múlaþing síðasta hefti. Það er ekki búið að gera það alveg upp, en þannig kom inn þessi 1 milljón sem er prýðilegt.
og þannig sjáum við þarna á blöðunum sem dreift var, hann 16.000, það var fyrir seld Múlaþing. Svo þarna framlög sveitafélaga, 215.000 og frá sambandi sveitafélaga 150.000. Greidd skuld frá fyrra árið, þetta vegna auglýsingar fyrir stofnfund sögufélags og staða bankareiknings sögufélags eins og hún nefnir í dag 1.333.012 krónur. Þannig að það nú svo sem bara, kannski fyrir okkur hóflega bjartsýn, alveg bara framar bjartustu vonum. Við vonuðum að við fengum meiri framlög frá sveitafélögum eða einhvern veginn þannig hérna í kringum okkur og erum svo sem ennþá vonum ekkert búin að gefast upp. Og svo bara stefnan að reyna að sækja á styrkja og taka þátt í verkefni sem að veita eitthvað fé í aðra hönd og efla leið starfsemi félagsins. Ég svo sem ekki meira þetta að segja. Takk fyrir það. Er spurning? Já, það spurning hvort þú bara tekur þér sæti og svo sjáum við bara til hvort að einhverju vilja spyrja einhverju. Það er þá bæði skýrsla stjórnar og reikningar sem svo sem eins og kom það er náttúrulega ekki reikningar fyrir síðasta ár, þannig að það er kannski lítið það að segja. En er einhver sem vilja spyrja? Aðeins í samfundu við reikningar síðast árs, ég var að hugsa að gera afsökning. Á honum hefði verið ein tala. Gjöld vegna endurreisnarfundar, 40 eitthvað þúsund kall. Jafn há tala í skuld, viðskiptaskuld, 40 eitthvað þúsund kall. En ég nefndi því ekki. Það hefði verið aðalega auðvitað blaðsíð. Sóun krafna. Ef ekki eru spurningar, þá held ég að við afgjörðum það nú eiginlega bara þannig að þetta, hvað við segja, við getum ekki borið upp reikninga því að það ekki reikningur og það þarf ekki að samþykkja skýrslu stjórnar, þannig að við bara skoðum þetta allt saman samþykkt og fínt og gott og ljúkum þessum lið þar með. Þetta er bara, með þakklæti til stjórnar fyrir vinnum störf. Þá næst, þegar við færum nú kaffihliðar þetta framfyrir, þá það næst erum við komin í 10. dagskrá sem eru tillögur frá stjórn. Og ég að biðja Sigurjón að koma hérna upp og má ekki biðja bara að gera grein fyrir þessum tillögum öllum saman í einu lagi, svona renna yfir skjalið. Þetta er best að gera það svona. Ég hugsa það. Við byrjum á því að fá Sigurjón til að kynna tillögur frá stjórn og svo verða umræður og afgreiðslu eftir það. Það er engin matfriður. Nei, það er það ekki. Fundarstjóri, gott fundafólk. Þið eru með þessi blöð væntanlega á borðunum hjá okkur og þetta nú að megin hluta til veganesti til næstu stjórnar það hvað hún á að gera á næsta starfsári sem verður væntanlega stutt því að samkvæmt lögum þá eigum við náttúrulega að hafa fundi í síðasta lagi í júní eða maí jafnvel. Man ekki hvernig það var. Þannig að starfsári verður væntanlega bara veturinn í vetur. Nú fyrsti vetrardagur. Fer yfir þetta. Fyrsta til að þakki fyrir stuðning. Aðalfundur Sögufélags Austurlands haldinn á Egilsstöðum laugardaginn 23. október 2021. Þakkar mikilsverðan fjárhagsstuðning sveitarfélaga og annarra aðila við endurreisn félagsins á síðasta ári og væntir þess að félagið eigi gott samstarf við sveitarfélög og tengdar stofnanir á komandi tímum hið mikilvæga verkefni að standa vörð og efla alla þá starfsemi sem snýr að ritun sögu austfirskra byggðar. Þetta nú bara samt þakkaráar að meginhluta til og ég ætla að minna hér með sjálfan mig og aðra stjórnarmenn á að við þurfum að senda annað svona bréf til sveitarfélaga núna því að það verið að semja fjárhagsáætlun 2022 og ég held okkur veit ekkert að því að halda áfram að mjólka þetta þó það komið nú ekki stórt frá þeim þá hafa þau öll sínt lit í að leggja félaginu til. Það finnst mér nú lofa góðu. Önnur til að birting eldra Múlaþings. Fundurinn felur stjórn félagsins að semja við tímarit.is birtingu á eldra efni Múlaþings enda finni stjórnin nægilegt fjármagn til verkefnisins. Þetta kom fram í skýrslunni áðan hjá mér. Þriðja, söguslóðir Austurlands.
Fundurinn samþykkir að félagið yfirtæki eignir og skuldir, réttindi og skyldur söguslóð Austurlands verði af félagsslitum söguslóðana. Og það nú í gangi sama ár, eins og fram hefur komið. 4. Nafn Múlaþings. Þetta tillaga samin eftir vandlega íhugun á síðasta stjórnarfundi. Fundurinn ákveður að nafn rits félagsins verði Byggðasögurit Austfirðinga, Múlaþing, tímarit Sögufélags Austurlands. Svo getur menn haft ýmsar skoðanir á þessu hvað þetta á að heita, en þetta býsna langur og ítarlegur titill, en upp úr stendur að það heitir áfram Múlaþing. Jafnvel getur við skipta skoðanir það. 5. Fjölgun áskrifenda Múlaþings. Fundurinn felur stjórn félagsins að efna til kynningarátaks á Austurlandi og víðar til að auka dreifingu Múlaþings og fjölga áskrifendum verulega. Átakinu verður hrundið í framkvæmd strax eftir útkomu næsta heftis Múlaþings á þetta vera. Einnig stjórn falið að leita eftir því við atvinnurekendur á Austurlandi að gerast fastir stuðningsaðilar útgáfu Múlaþings til að tryggja ákomu þess til frambúðar. 7. Félagsmerki. Fundurinn felur stjórn félagsins að auglýsa eftir tillögum að félagsmerki, veitt verði verðlaun til höfundar þess merkis sem verður viðurkennt af hennar hálfu, stjórn heimilt að velja hvaða tillögu sem eða hafna öllum. 7. tillaga, það Sigfúsarstofa, aðalfundur Sögufélags Austurlands, haldinn á Egilsstöðum og svo framvegis, fagnar stofnun Sigfúsarstofu, miðstöðvar fræða og sögu á Austurlandi og væntir þess að sveitarfélaginu Múlaþingi beri gæfa til þess að efla hana svo að hún geti orðið öflug stofnun á sviði sögu Austurlands, svo og annarra fræða sem henni ætlað að þjóna. 8. tillaga, ævisaga séra Sigurðar Gunnarssonar. Fundurinn fagnar því að Hjörleifur Guttormsson vinnur nú að ævisögu forföður síns séra Sigurðar Gunnarssonar á Hrafnastað. Samþykkir fundurinn að félagið styðji við sölu og dreifingu bókarinnar meðal annars með söfnun áskrifenda, enda mun bókin birta mikilsverðan fróðleikum atburði 19. aldar á Austurlandi. 9. Kynningarstarfsemi. Fundurinn hvetur stjórn félagsins til að nota alla leiðir til að kynna starfsemi félagsins sem víðast, svo sem á samfélagsmiðlum með samtölum við þá sem að vinna að söguritun Austfirðinga, með birtingu fregna af starfsemi félagsins í blöðum og tímaritum og á annan hátt sem vekur athygli almennings á tilveru þess. Við erum sem sagt að koma úr félög. Við viljum vera bara alvöru félag sem að lætur að sig kveða og þegar eitthvað á dagskrá í okkur, þá við höfum stofnað okkur Facebook-síðu, hún virkar fínt, en svo það bara spurningu fjölmiðlana og aðra leiðir til þess að koma sér á framfæri. Og síðasta tillagan lagabreitingu. Og það að leita ekki dagskránandi þessu lið? Nei, það er spurning hvort ég á að taka hann seinna. Já. Það veistu það? Já. Gjörðu svo. Ég svo mikill formalist. Já, ég er alveg tilbúin til að skrifa það. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þetta. Nú sem sagt orðið laust og ég gef þann kost með geta talað frá sæti, ég ætla að biðja mér að standa upp ef þau vilja taka til máls, en frá sæti eða úr pontu og vinsanlegast að gera grein fyrir þá við hvað tillögum en vilja setja natúrstend ef einhverjar eru. Já, Arndís, gjörðu svo vel. Já, það er samband við fjölgun áskrifenda Múlaþings. Ég var nú með þetta rit á svo Jó einn 8 ár og ég þekki vel ströggli við það að halda í áskrifendur og útvega nýja. Og þess vegna langar við svona til að segja frá hvað þeir gera í Borgarfirði. Ég kaupi bók sem er gefin út þar á svipuðum grunni og Múlaþing og þeir hafa farið þá leið að vera alltaf í hverju riti með einhvers konar kynningu á stofnunum og ekki fyrirtækjum heldur stofnunum sem starfa í bænum, jafnvel skólum og svona. Og mér finnst þetta ekki skemmtilegt efni, ég lesi allt á síðast, en aftur á móti kannski auðveldara að afla áskrifenda ef menn eiga von á því að koma efni frá sér í riti. Þetta er svona bara það sem er eftir í hug. Takk fyrir það. Sjáum hversu vel mér gengur að stjórna. Ég gaf ein fyrirmæli að það ætti að standa upp þegar það er talað og það var strax. Það ég svo. Ég er bara ekki stærri. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Smári, gjörðu svo vel. Æ, þakka þér. Mikið líður mér betur. Ég held að samt að vera stöttur.
Í fyrsta lagi náttúrulega þá er það bara svo gleðilegt að við skulum vera að endurreisa þetta ágæta félag. Og við skulum passa það að endurkjósa Sigurjón Bjarnason og slíka menn. Við veitum að Sigurjón þannig sko að öllum vetingum finnst hann ótrúlega maður. Það er bara svoleiðis. Við þurfum svona fólk. Það er eitt sem að mér finnst eiginlega bara skylda að nefna í þetta, vegna þess að ég hef heilt svolítið svona rætt það. Og það er nafn Múlaþings. Þetta þvælist svolítið fyrir mönnum. Ágætur félagi minn og eldri borgari sem hefur verið áskrifandi á Múlaþingi lengi sagði að nú væru erfiðir tímar. Nú er bara tvennt í stöðunni. Það væri annaðhvort að breyta nafninu á Múlaþingi eða breyta nafninu á nýja sveitarfélagi. En ég hef svo sem hugsað þetta svolítið og velt þessum fyrir mér. Auðvitað hefur Múlaþing verið frábært heiti á okkar riti. Vegna þess að það er það svæði sem að ritinu ætti að dekka. Og sko einfaldlega. Nú er hins vegar svo komið að fólk valdi þetta heiti á sitt sveitarfélag sem það hefur fullan rétt á að gera. Og ég er ansi smekur að langt flestir íbúar Austurlands og ég tala nú ekki ungt fólk. Það lítur á Múlaþing eingöngu sem þetta nýja sveitarfélag. Það þekkir ekki gömlu merkingu, alls ekki. Og mér finnst eiginlega skylda að koma þess að framfæri vegna þess að ég rætti þetta við sem fólk sem er ekki saman í dag. Og það segir við þurfum með einhverjum hætti að gefa út rit sem að hefur breiða tilhörðu, en ekki frumverðu. Ég er ekki með neina tilhörðu breyting á þessu, en mér þætti mjög vænt það. Ef að stjórnin sem við kjósum í hérna á eftir fái heimild til þess að skoða þessi mál og velta þessu fyrir sig. Þannig að menn allavega sko gerir þetta ekki svona umhugsunarlaust, haldi bara gamla manninu, heldur þá gerir það bara með rökfestu. Og ég held að það breyti ósköpu líkt að segja að ritið heiti byggðasögurit Austfirðinga eða Tímarnsögurit Austurlands í einhverjum titli. Múlaþing er auðvitað heitið í sjálfsögur. Hvað er það? Við erum að skoða þetta og við erum að gera það í rólegleitum. Velta þessu fyrir okkur. Hvort þetta sé skynsamlegt vegna þess að okkur þykir auðvitað vænt gamla nafnið á ritum okkar. Það er þannig. Mér þætti mjög vænt það ef að stjórnin tæki þetta til enn frekari skoðunar. Kannski verður niðurstaðan bara þessi sem er þarna. En ég held að menn ég að ræða þetta ítarlega með hliðsjón af þessu sem ég var að segja. Það er æskilegt að heiti ritsins hafi svona breiða tilhörðum en ekki þrönga. Takk fyrir það. Fleiri sem að vilja taka til máls þessari tillögu. Þórhallur, gjörðu svo vel. Ég ætla nú varla tilefni til að reisa úr sæti. Ég ætla bara að spyrja vegna fákunnáttur minna hvað þessi Sigfúsarstofa er. Nú, svo langvill að bæta við vegna þess sem að Smári nefndi að það er bara tvennt þá í stöðni. Þannig hvort að ritið breytum nafn eða þá að fleiri sveitarfélög sameinast undir merki í Múlaþings. Það voru nú líka Fleiri? Takk fyrir. Fleiri? Ég ætla kannski aðeins bara að því að spurt var hvar Sigfúsarstofa er. Sigfúsarstofa er fyrst og síðast í hjörtum okkar. Já, þetta er svona svolítið eins og hvar Guð býr. Hann er í Garðslaugunni og víðar.
En Sigfúsarstofa ekki eiginlega físísk starfsemi, það að segja ekki í rými ennþá, en þetta svona vettvangur sem verið að vinna með sagnarfinn og í rauninni bara rétt á sínum fyrstu stigum. En það hefur verið rætt að vettvangur starfsemi gæti náttúrulega orðið í safnahúsinu á Egilsstöðum eftir stækkun, en þetta bara svona í sínu ferli áfram. Aðeins langar mér bara til að setja inn 2 spurningar þó ég sé fundarstjóri hér að bara ætla ég að stinga þeim inn. Það annars vegar varðandi tillögu 4, það nafnið. Spurningin bara hvort mér finnst ekki svolítið ílægt að vera með svona forskrift og undirtitil. Mér finnst þetta vera heldur mikið í munni en þetta getur allt átt sína skýringar en annað hvort finnst mér vera gott, þannig að þetta getur verið mín Múlaþing byggðasögurit Austfirðinga eða Múlaþing tímarit Sögufélags Austurlands en þetta má sjálfsagt hafa á þessu ýmsar skoðanir eins og fram kom. Hitt varðandi tillögu 6 félagsmerki. Nú hér tillaga fyrir það að taka yfir söguslóðir eða það sem eftir stendur af söguslóðum. Ekki rétt með að söguslóðir eigi merki. Ég svona bara velti því nú aðeins upp, hvort að það sé mögulegt að nýta það bara, því að það allavega í kollum á mér að það sé bara dálítið snoturt merki þar sem að geti tekið fyrir. En þá hef ég lokið máli mínu og eru fleiri sem að vilja unnubyrna. Má ég skjóta inn með... Já, ef þú stendur upp, þá máttu gera það. Já, það segir þetta. Það gleyma svona einhverjum fyrirmælum. Þetta ég einmitt og takk fyrir kommentin með 4. lið heiti á ritinu. Og við erum búin að ræða þetta fram og tilbaka í stjórn og þetta snúið mál. Við myndum ekki láta allan þessa klausu koma á titilsíðu. Byggðasögurit Austfirðinga minna letur, Múlaþing stærra, tímarit, Sögufélags Austurlands kemur svo innrið titilsíðu og svona. Þetta ekki þessi langlóka. En þetta með að setja byggðasögurit, þetta heitir núna í dag Múlaþing byggðasögurit Austfirðinga, við vorum kannski sem að setja á undan byggðasögurit að því við erum með að vandræðast með að aðgreina að þetta ekki málgagn sveitafélagsins Múlaþings, heldur eitthvað sér rit. En svo hinn-bógin einmitt eins og hér margir að hugsa og þá að pæli svona hvernig á maður að því að það náttúrulega svo sterk hefð fyrir þessu heiti ritsins og landfræðileg og söguleg skírskotun líka, og segjum að þessi fundur feli stjórn að endurskoða að hugsa þetta með heiti á ritinu, þá væri líka gaman að stjórn fengi þá líka svona stuðning eða ábendingar það hvernig við ætlum að gera skoðanakönnun meðal áskrifenda hvað þeir vilja eða bara almennt hér á Austurlandi eða hvernig við verðum að gera þetta sem lýðræðislegast og svona, þannig að allar hugmyndir í því sambandi verða vel fegnar ef þetta fer á þann stað að stjórn eigi að reyna að finna nýtt heiti og riðfylgtak. Það eru fleiri sem að vilja taka til máls. Skúli Björn. Bara svona þegar nú að finna svona skemmtileg umræðu heiti ég veit það ekki, er ekki heiti sveitarfélagana heldur eiga það séu ekki skemmri lífdaga jafna heldur en þessa góða tímarit og röggluðu menn mikið saman Austra fréttablaðinu og Ungmennafélaginu Austra. Ég veit ekki, ég nú eiginlega þeirra skoðunar að tímaritsheitið Múlaþing getur algjörlega staðið þó að það sé komið einhver stjórnsýslueiningu innan fjórðung sem heitir Múlaþing og að vissulega getur það valdið ruglingi, það er það ekki. En ég tekur svolítið undir með Stefáni og mér finnst þetta nú kannski vel í lagt með bæði að ná þarna, en ég skil hvað verið að ná þessu inn með að þetta sé líka tímaritt Sögufélags Austurlands og halda samt sem áður í þetta gamla með byggðasögur. Þetta það Skúli. Eru fleiri? Þórhallur, gjörðu svo vel. Já, fyrirgefið en nú aftur. Sko, það var ein mynd sem kom fram þegar Skúli Björn var að kynna sitt efni. Það var myndur sem sýndi
eina sannar Austlandingafjórðung sem nær frá Gunnólfsvíkurfjall í norðri að Fúlalæk eða Jökulsá Sólheimasandi. Nú sé ég hvergi í þessum, ég náttúrulega ekki með lög Sögufélags Austurlands hér fyrir fram mig, en mér er gaman að vita hvert félagssvæðið. Ef maður ætla nú að vera svolítið forn eins og maður beinir gjarnan sjónum sínum að fortíðinni þegar verið að ræða sögu og sögufélag. Hvort að félagssvæðið ætti ekki að vera hinn forni Austlandingafjórðungur. Ég sjálfur mjög skeptískur á bröltum sameiningu sveitafélaga suður þar sem verið að reyna að hafa Mýrdalshrepp af okkur sem náttúrulega hluti af okkar fjórðungi. Eiga ekkert erindi undir Rangæinga, en þetta var eiginlega svona vangavelta hvort að félagssvæðið ætti ekki að vera annað sem að geti þá gefið tilefni til einhvers nýs nafn á tímariti samtakana. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Þórhallur. Já, nú kannski bara ágætt ef að Sigurjón... Á ég lesa lögin hérna fyrir? Já, þú kemur ekki öll. Herðu, má ekki bara, heldur þú viljið ekki bregðast einhverju við þessu sem að koma hérna fram? Það sé ég ætla ekki að blanda mig í umræðu nafni Múla. Nei. En það Múlaþingsnafni á sveitafélaginu er tilkomið í framhaldi af kosningu, almennri kosningu, sem segir mér að það sé nú ekki alltaf viskulegt sem kemur út úr lýðræðinu. Út úr lýðræðinu komið þeim mesta heimska. En það verður bara ekki umræðuefni þessa fundar. En í tilefni af fyrirspurn félagssvæðið, þá er 3. greinin svohljóðandi: félagssvæðið verði það landsvæði sem áður tilheyrði Múlasýslum. Það er Austurland, norðan frá Gunnólfsvíkurfjalli, suður til Lónsheiðar. Þetta er það sem í gömlu lögunum mátti heita Múlaþing, en er eitthvað annað núna. Það náði ekki suður í Skaftafellssýslu, því miður. En ég alveg verið tilbúin að láta það ná að Búrafell, ekki mál. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja bæta í þessa umræðu? Ef að svo er ekki, þá eru svo sem allar tillögur hér. Ég veit ekki hvort maður á að vera blanda sér í það í afgreiðsluna, en það er auðvitað hægt að taka einhverja þessum tillögum og vísa þeim til stjórnar ef að maður vilja ekki kannski samþykkja það beint hér, en ef það er ekki borin upp tillögum að vísa tillögum til stjórnar, þá bara berum við það upp til samþykktar eða synjunar. Sumar ber nú í sér að verið að fela stjórn. Já, sem að gera það þetta, til að dýr sér, en það er hins vegar, en til dæmis eins og til það 4, við hefum nú verið svolítið rætt, að hún er reyndar afgerandi og sama með félagsmerki, hún er reyndar líka afgerandi. En ef ekki fleiri vilja taka til máls, að þá ætla ég að loka mælendaskránni og ganga síðan bara til afgreiðslu þeirra tillagna sem að hér liggja fyrir. Það er þá fyrst, já, og fer hún fram með handaðbreytingu. Það er þá fyrst tillaga 1 undir yfirskriftinni þakki fyrir stuðning. Ég ætla ekkert að lesa þér aftur því að hafa þetta allt saman. Ég ætla að bera tillögun upp. Þessi samþykkjana gefur merki með því að réttbæður. Takk fyrir er einhverju móti og hún er samþykkt samhljóða. Það er þá tillaga 2 undir yfirskriftinni birting eldra Múlaþings. Ég ber þá tillögu upp. Þessi samþykkjana gefur merki með því að réttbæður. Takk fyrir það, er einhver á móti? Enginn á móti, það er samþykkt samhljóða. Tillaga 3, söguslóð undir yfirskriftinni söguslóður Austurlands. Ég ber þá tillögu upp, þessi samþykkja gefur merki með því rétti pönd. Takk fyrir, er einhver á móti? Þú er ekki, nema Þorsteinn klóraði sér, ég held að það hef ekki verið mótatkvæði. Nei, ég er ákveðin réttur. Já, samþykkti með vinstri, já, það var klóð. Þá er það tillaga nr. 4 sem er nafn Múlaþings og sú tillaga er borin upp þeir sem að samþykkja þá tillögu gefur merki með Mári Geirsson. Já, ég gef tillaginu ekki vísað til stjórnar. Komin er fram vísunartillaga. Frávísunartillaga? Nei, vísunartillaga. Það er komið fram tillaga að vísa henni til stjórnar og þá berum við þá tillögu fyrst. Það segja ekki efnislega samþykkt heldur og því sem vísa til stjórnar og þá skoðunar nánar. Þeir sem samþykkja að vísa tillögunni til stjórnar gefur merki með því rétti pönd. Takk fyrir það, er einhver á móti?
einn á móti, það er bókað. Samþykkt með þorragreiddra atkvæða og einu mótatkvæði. Þannig að tillögunni er vísað til stjórnar. Þá er það tillaga 5. Það er fjölgun áskrifenda Múlaþings. Sú tillaga er borin upp og þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, er einhver á móti? Svo er ekki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það tillaga 6, félagsmerki. Sú tillaga er borin upp eins og liggur fyrir hér. Þeir sem að samþykkja þetta upp í morgun. Nei. Alltaf fráfram. Já, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það, einhver á móti. Svo er ekki, það er samþykkt samhljóða. Tillaga nr. 7 undir yfirskriftinni Sigfúsarstofa. Sú tillaga er nú borin upp og þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það, er einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða. Og 8. tillaga, það er ævisaga séra Sigurðar Gunnarssonar. Tillagan er borin upp eins og hún liggur fyrir, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það, er einhver á móti. Svo er ekki, hún er samþykkt samhljóða. Og þá að síðustu er það 9. tillaga, kynningar starfsemi. Hún er borin upp eins og hún liggur fyrir, þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það, einhver á móti. Svo er ekki, hún er samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið við að fara yfir þessar 9 tillögur sem voru lagðar hér fram. Og við göngum þá í næsta dagskrárlið sem eru lagabreytingar sem ég bannaði Sigurjón að fara yfir hérna áðan af því að það verður að vera eitthvað order. En ég vil biðja Sigurjón að koma hérna upp og gera grein fyrir lagabreytingartillögunum. Það liggur fyrir ein frá stjórn. Já, við Baldur Pálsson höfum verið í svonum þingum núna undanfarna mánuði og við erum að vinna því að sameina þessi 2 félög sem að bæði vinna nú að sama megin markmiði má segja. Og það kom ósk frá frá söguslóðum að það væri gerð örlítil breyting á tilgangi félagsins. Þetta er lítil breyting en við tókum tillit til setningar sem að stendur í lögum söguslóðana. Tillagan er svohljóðandi: fundurinn samþykkir að breyta lögum félagsins þannig að 4. grein þeirra tilgang félagsins hljóði svo: tilgangur félagsins er útgáfa rits austfirsk efni sem varða byggðasögu í nútíð og fortíð, einnig að stuðla að rannsóknum og miðlun á sögu Austurlands. Þessi síðasta setning er ættuð beint úr samþykktum söguslóðana og okkur fannst sjálfsagt að leggja til að hún bættist við okkar lög. Þannig að þetta er bara einn viðbót í þessum fyrirvar. Já. Það er ljómandi. Þá er búið að gera grein fyrir tillögunni og orðið er laust undir liðnum lagabreytingar. Er einhver sem óskar til að taka til máls þessa tillögu eða hefur aðrar? Svo er ekki, þannig að ég loka þá mælendaskránni og ber þá upp tillöguna sem við höfum hér fyrir framan okkur og kynnt var hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir það. Er einhver á móti? Svo er ekki, það er samþykkt samhljóða. Þá höfum við afgreitt 9. liðinn sem eru lagabreytingar og þá er það næst, 11. liðinn. Það er 12. liðinn sem eru kosningar og það þarf að kjósa í stjórn, varastjórn og skoðumenn reikningar. Mannrétt er ekki, það eru 3 í stjórn, 2 í varastjórn. Og fundastjórar hafa ekki borist neina tillögur, eru tillögur. Má ég kannski aðeins gera grein fyrir þessu? Já, máli. gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Við höfum rætt það í stjórn félagsins hvort að við gæfum kost á okkur og ég hef varpað þeim spurningum til allra þeirra sem bæði sitja í stjórn og aðalstjórn og ég hef fengið jákvæðar undirtektir að þetta fólk sem nú situr í stjórn sé tilbúið að vinna áfram út veturinn eins og ég sagði á það. Þetta er nú ekki langt tímabil framundan. En svo að það sé á hreinu þá er það sá sem hér stendur, Sigurjón Bjarnason, sem er formaður
Unnur Birna Karlsdóttir sem er með gjaldkerastörfin og Þórður Vilberg Guðmundsson á Reyðarfirði sem er ritari félagsins og í varastjórn sitja Þórhallur Þorvaldsson á Eskifirði og Katli Jósefsson á Vopnafirði. Og þetta fólk hefur, eftir ég hef spurt að það er tilbúið að setja áfram og ég geri þess vegna tillögu að það verði hér í framboði. Gildir það saman skólumenn með Þá fer ég ekki spurt, en það hafa verið verkefnalausir þetta af. Já, ég er að líta þannig á það líkir það fyrir tillögu að þeir fá að gera eitthvað. Já, en hérna, þetta grafur hverju það eru. Burt sér frá því hverju það eru, þá höfum við það er komið fram tillaga skipan, bæði aðal og varastjórnar og ég kalla til því, eru aðrar tillögur? Ef svo ekki, þá lýsi ég því yfir að stjórnin sé rétt kjörin, bæði aðal og varastjórn. Og vel liðið þetta klappa fyrir því. Þetta var okkur, Magnús var svona farin að vera Hérna. Og ég eiginlega lítum svo á að það sé sömulegis tillaga að skoðunarmenn reikninga verði þeir sömu og voru kjörnir á síðasta alfundi hverju svo sem það kunna að vera. En eru aðrar tillögur? Svo er ekki. Þá lýsi ég því hér með hátíðlega yfir að Sigurbjörg Hjaltadóttir Aðal skoðunarmenn eru tveir, það er Páll Baldursson og Jóna Árný Þórðardóttir og til vara er Sigurbjörg Hjaltadóttir. Já, þetta er tillagan og ég lýsi þau hér með rétt kjörna skoðunarmenn og vara skoðunarmenn til næsta aðalfundar og við klappa fyrir þeim líka. Þetta er ekki þeirra stafn. Þá erum við búin með þennan en að síðustu er liðurinn 13. liðurinn önnur mál sem við vorum kannski búast við að verði einhver hér á fundi eins og þessu og það hefur einn bætt sér hljóðsund í liðnum önnur mál og það er Helgi Hallgrímsson. Við erum langað til að biðja þau að koma hér upp Helgi og gera grein fyrir. Ég þurfum ekki að koma upp þegar ég vil vísa þessu til dóttur mínar. Þessu erindi, en það gengur út á það að ég hef ráðið að því öllum árum, allt síðan áramót, að það verði hafin útgáfa eða undirbúningur útgáfu á safnrit sögu Seyðisfjarðar. Og ég hef búinn að hafa samband við ýmsa sem við þetta og það hefur verið góðar undirtektir. Ég hef búinn að skrifa svolítið pistil þetta og af því að nú var þetta svo hásist að heyrið, þá langar mig að biðja dóttur mín að lesa þetta. Já, takk fyrir það. Það gjör svo vel. Komdu bara hérna uppi og þú getur bara fæst tölvun að halda frá. Æ, og til lókunni? Já. Það er allt í klúður. Ég held að það sé allir búin að ná að dagskráin líka að koma enda. Enda það ég svo svona pláss. Ég bara hafði það svona að sjá þetta. Já, þetta ber heitið Glefsurum söguritun Seyðisfjarðar 2021. Þetta er semst orðasta föðumís hér. Síðan áramót hef ég róað því öllum árum að ritið verði heildarsaga Seyðisfjarðar. Tilefni var að sjálfsögðu skriðufalli miklu sem rústuðu hluta elstu byggðar í kaupstaðnum. Ég fór þá að glugga í sögu Seyðisfjarðar sem var höfuðstaður Austurlands í nærfellt heila öld. Fjórði stærsti kaupstaður landsins með beinar og greiðar skipsferðir við útland. Þar var fjöldi iðnfyrirtækja og verslana og þangað sóttu héraðsbúar verslun sína í áratugi. Þar var prentsmiðja og lífleg útgáfa blaða og bóka. Frá 1883 til 1950 meðal annars var hafin þar útgáfa Sigfúsar sagna 1922.
Þar var afar fjölbreytt tónlistarlíf og nokkur tónskáld áttu þar heima. Þar kom sæsímastrengur í land 1906, ein fyrsta vatnsvirkjun tekin í notkun 1913, kaupstaðarréttindi 1895 með bæjarfógeta, sýslumann og þingmann. Þar var stofnað fjórðungsþing Austurlands 1943 sem var upphaf SSA og samsvarandi samtaka í öðrum landshlutum. Og 1947 fékk það sérstakt málgagn, mánaðarriti Gerpi. Þar var síldarævintýrið mikla á 7. áratugnum. Þar getur að líta glæsileg hverfi gamalla húsa sem flest hafa verið endurnýjuð. Þar á meðal eina fegurstu kirkju landsins, eitt elsta skólahús og sjúkrahús. Nú er Seyðisfjörður eini áfangastaður farþegasiglinga til landsins og þar hefur sprottið upp nútímalist sem dregur til sín listamenn frá ýmsum heimshornum. Ekki má gleyma fjallkonunni sem fannst á Vestdalsheiði. Þannig mætti lengi telja. Náttúrufegurð er óvíða meiri en á Seyðisfirði. Því hefur Matthías Jóhannesson skáld og fyrrum ritstjóri sem er ættaður þaðan lýst snilldarlega í setningunni. Seyðisfjörður er perla í lokaðri sker. Á hinn bóginn er náttúran þar ekkert lamb að leika sér við, eins og nýlega hefur sannast. Þegar ég fór að skoða stöðu bóka og rita sögu Seyðisfjarðar, var þar ekki auðan garða gresi og í engu samræmi við þau fjölbreytta hlutverk hans og mikilvægi í sögu Austurlands. Þar gnæfir ein bók upp úr eins og fjallið Bjólfur. Það er húsasaga Seyðisfjarðarkaupstaðar eftir Þóru Guðmundsdóttir arkitekt sem kom út á aldarafmæli hans 1995, en aukin og endurbætt í ritstjórn Elvu Hlínar Pétursdóttir 2020. Þar er rakin saga allra húsa sem byggð voru fyrir 1940 og birtar myndir af þeim, ábúendatal og fleira. Á afmælisárinu kom einnig út bókin Byggðasaga Seyðisfjarðar, fyrra bindi, eftir séra Kristján Róbertsson. Þar er forsaga byggðar rakin í stórum dráttum og þróun hennar, kirkju- og prestasaga skráð og sagt frá stofnun kaupstaðar og ástandi hans aldamótin 1900. Höfundur hafði dregið saman talsvert efni í annað bindi en entist ekki heilsa eða aldur til að ljúka því. Það hefur því enn ekki litið dagsins ljós. Smári Geirsson, fræðimaður og rithöfundur, gerði iðnsögu Seyðisfjarðar allgóð skil í tveim bókum iðnsögu Austurlands 1989 og 1995 og sömuleiðis fjórðungsþinginu í bókinni Samstarf á Austurlandi 2010. Skólasaga Seyðisfjarðar eftir Stein Stefánsson kom út 1989. Nefna má bókina Seyðfiskir hernámsþættir eftir Hjálmar Vilhjálmsson, sýslumann, og Hort af Bæjarbrún, fyrra hefti eftir Hjalta Þórisson. Þar með eru taldar bækur sögu Seyðisfjarðar, þó að nokkrar skáldsögur og leikrit þeirra, Iðunnar og Kristínar Steinsdætra, fjallum sögulegt efni þaðan. Þetta geti virst talsvert efni, en það er ósamstætt og í raun aðeins brotabrot sögunnar. Og til dæmis vantar atvinnusögu, útgerðarsögu, samgöngusögu, menningarsögu og síðast ekki síst sögu náttúruhamfara. Sögunefnd starfaði á Seyðisfirði kringum árið 1995 og í nokkrum umræddra bóka kemur fram að áætlað var að hefja útgáfa safni til sögu Seyðisfjarðar. Eitthvað í líkingu við safnritið Eskju og Eskifirði sem Einar Bragi stóð fyrir, en af því varð ekki.
Tillaga mín nýtt átak í söfnun heimilda, söguritun og útgáfu á ritsafni sögu Seyðisfjarðar var kynnt í bréfum til nokkurra vel þekktra fræðimanna í febrúar til apríl 2021. Til að ýta því verkefni úr vör var lagt til að heimamenn á Seyðisfirði kæmu á fót sögunefnd sem falið yrði að kanna möguleika á framkvæmd þess í samvinnu við Sögufélag Austurlands og aðra skyldar stofnanir og hafa umsjón með því eftir framkvæmdar kemur. Með bréfunum fylgdu drög að rittaskrá Seyðisfjörð og Seyðisfirðsk málefni sem ég tók saman. Síðar aukin að Sigrúnu Klöru Hannesdóttur og fleirum. Næstum allir sem til var leitað tóku þessu erindi vel og hétu liðsinni sínu. Það voru 10 manns, flestir búsettir á Seyðisfirði eða tengdir staðnum. Ég gríp hér upp nokkur ummæli úr bréfum þeirra. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti og sagnfræðingur, ritar 11. febrúar 2021. Ég þakka þér kærlega fyrir fróðlegt bréf þitt og skemmtilegt frá 7. febrúar. Ferð okkar hjóna til Seyðisfjarðar verður okkur ætíð minnisstæð og gestristni heimafólks ekki síst. Eystra sáum við ægimátt náttúruaflanna en við fylltumst leið þeirri fullvissu að Seyðisfjörður verður áfram fagur bær, perla í lokaðri skel eins og Matthías ritstjóri og skáld orðaði svo vel. Mér fannst gagnlegt að lesa lýsingu þína á stöðu sögulegra fræða á Austurlandi nú stundir. Þannig má binda vonir Sigfúsarstofu og horfi ég þá til fordæmis þjóðfræðinganna á Hólmavík og félaga þeirra. Smári Geirsson, fræðimaður og rithöfundur, Neskaupstað, ritað 12. apríl. Ég vil taka undir hvert orð sem þú segir nauðsyn þess að sögu Seyðisfjarðar séu gerð góð skil. Það fer ekkert á milli mála að engin þéttbýlisstaður á Austurlandi á sér athyglisverðari sögu. Þegar ég var að vinna í einn sögu Austurlands ræddi ég þessi mál mikið við ýmsa forsvarsmenn Seyðisfjarðarkaupstaðar. Allir lýstu þeir áhuga en einhverja hluta vegna gerðist ekki neitt. Ekki veit ég hver ástæðan var. Það væri afar ánægjulegt ef unnt væri að hleypa þessu verkefni á stokkunum. En það mun ekki gerast nema sveitarfélagið sé tilbúið að leggja sitt á mörkum og styðja þeim með ráðum og dáð, ekki síst fjárhagslega. Það kann vel að vera að sögufélagið geti lagst sitt á mörkum til að gera þetta mikilvæga verkefni mögulegt. Sigrún Klara Hannesdóttir, fyrrverandi landsbókavörður Reykjavík, segir í bréfi 19. mars. Ég algjörlega sammála þeirri hugmynd að nú sé tækifæri til að skrifa sögu Seyðisfjarðar. Bækur Einars Braga Eskifjörð eru góð fyrirmynd. Það þyrfti væntanlega að setja saman hóp hvert viðfangsefni, en vandinn nú sá á óðum töpum við þeim sem muna eldri tíma. Ég hef sannarlega fundið það varðandi konurnar sem við megum engan tíma missa. Ég tilbúin að leggja því máli lið eins og ég get. Sigrún hefur ritað margar greinar seyðfirskar konur í Glettingi. Í bréfinu segist hún stefna að því að semja bók 20 konur á Seyðisfirði og helst líka kvenfélögin 2. Hún sendi ritaskrá Seyðisfjarðar sem búið að taka inn í mína skrá. Síðan sendi hún Sigurjóni tillögu sína og Helgu Láru Hólm byggðasögu Seyðisfjarðar, hugmyndir viðfangsefni sem ég hef fengið í hendur. Aðalheiður Borgþórsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri Seyðisfirði, ritað 7. apríl. Þakka þér kærlega fyrir bréfið. Ég er svo hjartanlega sammála þér varðandi ritun sögu Seyðisfjarðar. Löngu þarft verkefni.
og rétt að ýta úr vör einmitt nú þegar athyglin beinist til okkar. Erindi þitt þarf að fara formlega leið og er það komið inn í skjala- og fundakerfi Múlaþings og bíður afgreiðslu heimastjórnar. Ég vil láta þig vita að ég er boðin og búin að fylgja málinu eftir eins og mér er framast unnt. Það er ekki ólíklegt að málinu verði vísað inn á mitt svið en ég er atvinnu- og menningarstjóri Múlaþings. Þann 14. apríl sendi Aðalheiður mér útskrift af bókun á 9. fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar 12. apríl, svohljóðandi. Ritun og útgáfa sögu Seyðisfjarðar. Borist hefur erindi frá Helga Hallgrímssyni ritun sögu Seyðisfjarðar. Leggur hann til að komið verða á fót sögunefnd og víkur erindinu til heimastjórnar. Meðfylgjandi eru drög að ritaskrá Seyðisfjörð og bendir Helgi á að saga Seyðisfjarðar hljóta varð allt Austurland og vera aðalstofn í sögu þess á 20. öld. Heimastjórn þakkar erindið og vísar því til byggðarráðs til umfjöllunar og vinnslu. Samkvæmt bréfi frá Aðalheiði 21. apríl var erindi tekið fyrir á fundi byggðarráðs Múlaþings Egilsstöðum 20. apríl. Þar var eftirfarandi tillaga lögð fram og samþykkt samhljóða án atkvæðagreiðslu. Byggðarráð Múlaþings samþykkir að vísa framkominni hugmynd varðandi ritun sögu Seyðisfjarðar til atvinnu- og menningarmálastjóra Múlaþings til frekari vinnslu. Þar sem Aðalheiður gegnir starfi atvinnu- og menningarstjóra Múlaþings kom erindið aftur til kasta hennar. Í bréfinu leggur hún til að við hittumst með Jónínu Brá, verkefnisstjóra á vegum menningarmálum í Múlaþingi til þess að fara yfir málið. Sá fundur hefur ekki farið fram og samkvæmt nýlegri fregn hefur Aðalheiður ekki haft tíma til að sinna þessu máli frekar. Sólveig Sigurðardóttir, fyrrverandi bókavörður Seyðisfirði, hefur safnað geysimiklu efni sögu Seyðisfjarðar í formi ljósrita og skannana af skjölum félaga og öðrum handritum, blaðagreinum svo og óteljandi gömlum myndum af fólki og atburðum sem hún hefur afhent Héraðsskjalasafni á Egilsstöðum og einnig sent mér tölvulíkil fullan af slíku efni. Jón Benedikt Guðlaugsson, fræðimaður Reykjavík, hefur sent mér margvíslegar upplýsingar þá eiðabræður sem á fyrri hluta síðustu aldar voru allt í öllu á Seyðisfirði. Þar á meðal afi hans, Jón G. Jónasson, málari og kaupmaður sem hannaði Bláu kirkjuna. Útvarpsþættir Jóns frá 2002 Inga T. Lárusson eru ómetanleg verðmæti og ekki síður bókin Í fótspor Inga Lár með viðtölum við fjölda manns sem flestir eru nú látnir. Jón Hálfdánason, eðlisfræðingur og sögugruskari Reykjavík, eiginmaður Kristínar Steinsdóttur, hefur heitið liðsinni sínu og konu sinnar og mága. Gunnlaugur Haraldsson, fræðimaður á Fellum, nú í Reykjavík, segist í viðtölum eindregið styðja verkefnið. Í september síðastliðnum var rætt við Margréti Hallgrímsdóttur, þjóðminjavörð, og er hún komin hér á ferð sinni til Seyðisfjarðar og má vænta stuðnings hennar. Hún er ættuð af Eskifirði. Naumast þarf að taka fram að söguritun Seyðisfjarðar hefur margsinnis borist í tal milli okkar Sigurjóns Bjarnasonar, formanns sögufélagsins. Hefur hann jafnan látið í ljós áhuga á því og heitið liðsinni félagsins. Það ætti að vera verðugt verkefni fyrir þetta nýstofnaða félag. Bind ég vonir við það að félagið taki það föstum tökum. Sama er að segja Sigfúsarstofu, miðstöð fræða og sögu á Austurlandi, sem sett var á fót í fyrrahaust fyrir forgöngu Stefáns Boga Sveinssonar, nýráðins héraðsskjalavarðar,
sem formaður stjórnar stofunnar. Sigfús þjóðsagnasafnari var lengi búsettur á Seyðisfirði og þar hófst útgáfa á þjóðsagnasafni hans 1922. Í Héraðsskjalasafni mikið af heimildum sögu Seyðisfjarðar, meðal annars öll austfirsku blöðin og gríðarmikið myndasafn. Að lokum má geta þess til skýringar að Guðríður langamma mín, þess langamma pappa, var starfskona á Hótel Íslandi þegar snjóflóðið mikla féll 1885. Braut það í mola og flutti brakið út í sjó. Þar fórst hún, en Bergljót, dóttir hennar á barnsaldri, bjargaðist úr sjónum. Sama ár var bróðir hennar Friðrik bónda Langhúsum út á Fjarðarheiði. Annar bróðir hennar var Jónas skólastjóri á Eiðum, faðir Eiðabæræðra. Þóra ömmusystir mín, kölluð Egyptalandsfari, stýrði elliheimilinu Höfn á Seyðisfirði, í 2 áratug. Þannig það komið. Takk hérlega fyrir það. Bara Ég held að því ljóst að þarna mikið verkefni sem nú á einhverjum speli á sínum stað hjá sveitarfélaginu og einnig náttúrulega verið til umræðu við stjórn sögufélagsins. Gott að vita af því og stöðunni. En svo sem ekki til afgreiðslu tillaga hér en bara að ég gef mér það að þetta verði unnið áfram og hluta því sem að stjórn fær að glíma við. Einhverjir sem vilja leggja orð í belg, annaðhvort varðandi þetta innlegg eða einhver önnur mál? Viljum leggja í þann pott? Þórhallur Pálsson, gjörðu svo vel. Já, bara ég ná úr sæti mínum. Ég mér þykir nú allt mjög spennandi sem ég fæ að heyra hér og mér skilst að ég hafi verið tekinn hér upp í félagið með því einu að setja kross við nafnið mitt á blaði. Ég er bara ánægð með það. En ég að velta fyrir mér hvort að félagið muni ekki geta fyrir utan það að gefa út ritið Múlaþing eða hvert svo sem nafnið verður. Hvort að félagið muni ekki geta beitt sér fyrir því að staði hreinlega að því í samstarfi við þar til bæra sérfræðinga að halda áfram með rannsóknir á minjum í jörðu á þessu félagssvæði. Það greinilegt af því sem að hefur farið fram undanfarin ár, ég vil nefna Skriðubörstur og þá þekkingu alla sem var til við þann uppgröft. Ég vil benda á stöð í Stöðvarfirði sem í rauninni kannski að endurskrifa einhvern hlut af sögu landnáms í landinu og nú síðast það sem að gerast á Seyðisfirði. Þá einhvern veginn þannig maður hefur á tilfinningunni að sagan sé ekki ljós nema svo litlu leyti, þar að segja saga okkar eigin fortíðar og fortíðar byggðar og mannlífs í okkar hluta landsins. En vaknið til lífsins með hverju því sem að unnið í þess átt. Og ég hef stundum velt aðeins fyrir mér því að ég hef stundum verið að standa því að sækja styrk í sjóði, meðal annars Húsafriðunarsjóð. Ég hef verið dálítið grimmur í því, en sótti held ég 10 styrki á síðasta vetri og það uppskar upp úr því eitthvað á rúmar 10 millur. Og það til sjóður hjá Minjastofnun til fornleifarannsókna. Mér skilst að til þess að sækja á þeim sjóði þá þurfa að vera eitthvað með meira bein í róun en einn einstaklingur eins og ég. Það þurfa að vera félagsskapur sem að hafi þar að auki einhver tengsl við
fagfólk á sviði fornleifarannsókna. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að félagið, þetta okkar, ég leyfi mér að segja okkar núna, fyrst ég er orðin félagsmaður, geti látið til sín taka á þessu sviði og þar með sem sagt opnað fleiri merkilega hólf sem eru meira og minna lokuð í dag þekkingarinnar á fortíð og uppruna okkar allra. Takk fyrir það. Góð hugvekja. Eru fleiri sem vilja bæta við það eða fyrra erindi eða öðru máli? Má ég bara segja þetta sko, ég er náttúrulega alveg opinn fyrir svona og tilbúin til þess að beita félaginu fyrir því að koma inn á þetta svið fröðurlega. En eins og bent hefur verið á það nauðsynlegt að það sé þá í nánu samráði við fagfólk og við höfum eitthvað bakland til þess að við erum náttúrulega bara almenn áhuga samtök í Sögufélag Austurlands en ef að fagmenn á þessu sviði telja að það sé til framdráttar þá er alveg sjálfsagt að beita Sögufélaginu fyrir í framræð. Bestu mál. Einhverjir, nú fyrir að líða því ég fara að segja, er nokkur sem vil taka til máls? Það líður tíminn, en ég held að ég loki þá mældaskráningu undir liðnum önnum mál. Þetta er búið að vera afar góður fundur að því ég leyfi mér að segja, mjög svo. Ég vil þakka fyrir alla sem hér eru komið fram og ykkur öllum fyrir að mæta. En það þykir rétt að ég segja af mér og feli Sigurjóni að slíta fundurinn. Skal gert, fundarstjóri. Ég þakka fyrir ágæta samvisku og góða stjórn á fundinum. Þakka sjálfum mér fyrir fundaritun líka. Þannig að nú er ekki lokið. Ég ætla að klára það þegar ekki neitt. Það er að klippa og líma hérna tillögurnar inn í og meðferð þeirra og segja svona aðeins nánar frá því sem gerst hefur. Ég er bara mjög ánægður með að hafa verið hérna með ykkur í dag og ég ætla að vona það að stjórnin komi kannski aðeins meiri verk heldur en gerst hefur á undanförnum 16 mánuðum og að það komi þá eitthvað meira út úr vinnunni okkar næsta. Ég trúi því statt og stöðug allavega að við náum því að koma frá okkur næsta hefti Múlaþings og í framtíðinni þá náum við að koma því út árlega eins og stefnt hefur verið lengst af en hefur verið svona svolítill misbrestur. En ég þakka ykkur kærlega fyrir samverðunni hér í dag og segi fundinum slitið. Takk fyrir.